Komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjurum. Þetta þáttur númer Birkir Karl 246. Það aftur komið skipulega á þetta. Þú ert búin að vera erlendis. Hvernig var Spáni? Herru, það var æðislegt, takk fyrir að spyrja. Ekki bara? Jú. En þessi þáttur nú ekki þig í kvöld. Nei, ég get alveg talað Spánaferðina mína eða eitthvað einhvers. Við erum með mætan gest en það hann Jói Már eða Jóhann Már Helgason, forstöðumaður viðskiptastýringar hjá Volt og knattspyrnu- og fjármálasérfræðingur með meiru. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það og takk fyrir boðið. Já, okkar ánægðan. Já, okkar ánægðan. Hvernig liggur það, Jói? Bara ljómandi. Maður í fríi núna. Já. Svona allan einhverja daga. Ég ætla að mála húsið. Ok. Svo bara rifna stanslaust. Já. Og á búin að eyrnamerki í dagatalunum fattið hérna. Ég ætla að hérna get ég farið að mála hérna, húsið, þakkantinn og svona eitthvað dót sem búin að fara illa eftir veturinn sko. Það var náttúrulega bara rigni stanslaust. Ekkert búið að rigna í sumar en einu viti sko og svo kemur þetta bara. Já, bara núna á næstu daga, þannig ég sé ekki alveg hvernig ég á að gera þetta sko. En hérna, ég er með Kela á línunni og svona ráðgjöf sko. Ég ætlaði bara að segja að Keli er punching air núna sko. Hann er minn aðra ráðgjöf í þessu máli sko. Já. Segir hann ekki mála þegar það er rigning? Já, hann segir það varlega, en hann eins og sko, hann komið, þú getur gert hann á undirbúningsvinnun og allt þetta sko. Já. Það er búið, en hérna, sjáum til, vonandi rætist eitthvað úr þessu. Já. Hvað ertu búin að gera annað í fríun en að reyna mála húsið? Herðu, við vorum hérna, í síðustu viku var ég í París og við fórum með krakkana í Disney-garðin hérna í París, í útkværi París. Já, mælur með? Já, en þetta er líka svona ákveðin svona hérna, þú veist, þetta er erfitt líka fyrir fóldrarna, þessi dagur tekur á, en hann skilur mikið eftir sig. Já, fyrir krakkana. En þetta er svona hérna, við tókum svona 1,5 dag inn í garðinum og maður er svona nettbúinn að eftir þetta, ég skal alveg viðurkenna það. Og við líka sko, við með 3 börn sko, þau eru svona mismunandi aldurspili sko, 6, 11, 16. Já. Þannig að það voru sko, þetta voru öll skópið af tækjun inni. Já. En ég mæli með. Já. Og bara undirbúið það líka alveg rosalega vel. Já, kannski takið því í Disneyland einn daginn legur. Það verður nú aldrei gaman. Það komið mér þetta mest á óvart sko. Og mjög mikið bara fullandi fólki hérna saman, ekki börn. Ok. Já. En það er ekki eitthvað skriðilega. Þú veist, ég bara pældi sérstaklega í þessu þegar það var sko svona skrúðgöngum öllum karakterunum skilur sem komaða þarna. Ég held hvað eru börnin? Já. Það var bara svona mikið að bara fólki hérna saman, bara við lítið alla ef einhvern veginn eitthvað svoleið sko. Já. Við pældum í þessu ég og frúin sko. Já. Er ekki alltaf talað að í Flórida sé bara stór partur eldri borgarar? Jú, maður er búin að heyra það. Ekki grín sko. Já, það er bara staðan. Bara til dærast bara snild að geta kíkt í Disney. Bara eitt rússipanni og allir feskir. En ég mæli með sko, þetta var mjög skemmtilegt. Svo tókum við líka nokkra daga inn í París, sem er alltaf gaman. Já, geðvögt. Já, það er glæsilust. Það ringdi þar? Já. Rigningin eftir Jóa. Það er óhætt að segja það komið þetta bara monsonregn sko, en líka rosalega gott viður. Þetta kemur svona í svona, þú veist, kannski kortesköflum þar, ekki allan daginn. Nei. Það er nú góð spá fyrir helgina. Já, Jói lítur að fara að leigja. Það mætti halda það. Nei, ég verð eitthvað minna á flakkjum helgina. Já. Takk að rúlega bara. Já. Leifur að fara til leigja, stelpur eða að hlusta. Við erum að mjúta þig hérna núna byrja aðeins. En kvikmyndaskólinn. Já. Vildu spennandi framtíð, skoða námið þar. Þeir eru með ýmislegt í boði. Já, þetta er ekki 4 brautir. Leikstjórn og framleiðsla, skapandi tækni, handrit og leikstjórn og síðan leiklistin. 10. ágúst. Það er 10. ágúst, já, þannig að menn þurfa að hafa hraðarendur og já, þetta er sko þetta opnar dyr sko. Já, og við erum líka sko auðvitað erum við framalega og við erum að færast framar á menntasviðinu sko sérstaklega að háskólastígi þó að við verðumst vera að fara aftur í lestrarhæfni á grunnskólum. Heldur betur. Þá er þetta nám bara í fremstu röð á heimsmæli hverða. Og það er að það var lán fyrir þessu. Já, og svo kostar þetta ekki neitt með að við sambærilegt nám erlendis. En að þættinum, við ætlum að tvískipta þættinum. Það er seinni og fyrri hálfleikur. Rétt. Fótbolta tungumál, það er eina sem við skiljum. Í fyrri hálfleik ætlum við að tala þessum Volt og starfið hans Jóa þar. Það má með sanni segja að Volt hafi komið eins og stórsveipur inn á íslenska markaðinn. Og í seinni hálfleik förum við fólkboltan og við setjum smá heimavuna á kallinn. Gerum það. Allt klárt. Já. Þetta var samt alveg pínu bras. Er það ekki? Jú. Við erum alltaf báðið Chelsea menn sko, aðal heimavuna var sko draumalið Chelsea leikmanna frá aldamótum að því að við erum svo ungir.
ég öfundaði að fá að velja þetta lið, sko. Okay. Jú. Þú veist, ég vil fá bara pick your brain líka, vita hvað þið verið ósammála mér. Já. Þú veist, ég held að það veri gaman, sko. Já, algjörlega. Já, við tökum Chelsea draumalið, Financial Fair Play mólar og fleira, en meira af því á eftir. Við kannski byrjum á Voltárunni. Sögu Volt og alþjóðlegum vexti, sko. Jó, við byrjum bara því, hvað Volt? Hvernig var þetta til? Volt cirka núna að vera 11 ára gamalt fyrirtæki. Byrjaði í Finnlandi og það voru nokkrir svona meðstundumdur en aðalsprautan á baki fyrirtæki náungi sem við Mikki Kusi sem bara sko réttumlega fertugur og bara eldklár náungi og þetta í rauninni bara eins og öllunum tæknifyrirtæki sem byrja þá í rauninni er sagan bara þú veist, þyrnum stráðu þetta var alveg oft mjög stutt frá því að vera bara búið og fyrstu pantarnar sem Volt fór með voru handskrifaðar á pappír og þannig sko, þannig að þetta alltaf svona þessi klassíska langa saga en það sem gerir rauninni, það sem veitir fyrirtækinu svona bara fer úr því að vera kannski bara finnst fyrirtæki sem að þróa app með matarsendingum ég verið að fara bara í svona astronómiskan vöxt rauninni COVID þegar það rauninni bara, það lokast allt og allt í hennu verður bara, hvernig ég að sækja mat það er lokað út í búð þú veist, þeim með ekki á opið, fólk má ekki koma á þangað hvernig ég að sækja mat á veitingastæðinu hvernig höldum við veitingastæðinu með opnum og þá rauninni bara var svona kannski fyrirtæki eins og Volt sem bara farar og startin á markaðin við erum með þessu hér líka þá byrjuðu bara rauninni einhverja matasendinga frá matvörukeðjum og öðru slíku að verða raunverulega til og Volt í rauninni sko, hefur bara og önnur fyrirtæki allan heim bara stigur svolítið þessa öldu og hafa bara verið á rosalegum vexti síðan þá það gerist annað fyrir nokkrum árum síðan minnum á 2001 að þá fyrirtæki keypt sem sagt af bandaríska fyrirtækinu DoorDash sem eitt stærsta svona fyrirtæki í heiminum bara matvælasendinga fyrirtæki í heiminum og þau náttúrulega bara kannski ég held að fólk svona kannski ekki alveg átti sig á því en DoorDash sko held ég verðmætt sem sagt í sætinu með 178 af verðmætustu fyrirtækjum Bandaríkjanna á markaði með market cap upp á $101 miljard þannig að og bréfin búin að vera á mjög góðu gengi á rönni núna undanfærið og það í DoorDash á Volt og Volt í 33 löndum DoorDash í einhverjum, þú veist, þeir eru í Bandaríkjanum, Kanada, Ástralíu þannig að þetta í rönni, þetta mjög stórt og umsvifa mikið og þetta þá kemur til Íslands ég held að kannski fáir hafa vita hversu svona kannski stórt og mikið apparat þetta var þegar þetta byrjaði og ég fæ ennþá reglulega spurningunum hvort ég sé eini starfsmaður Volt á Íslandi en það ekki raunin og ég held að séu 15.000 manns sem vinna hjá Volt í heildina og svo þá það fyrir utan DoorDash í Bandaríkjunum og bara býsna öflug og nokkuð fjölmenn skrifstofa hér á Íslandi með hvað fyrirtækið rúmt á Íslandi Já, sko DoorDash sem við tala þetta alveg batteri þetta alveg helvitis batteri hvenær komið til Íslands? Mér langar að segja 2 ár, ég að byrla það núna? 2 ár Já, ok Já, 3 ár núna við fögnum sko 2 ára afmælun okkar núna í maí síðastlinnum þannig að við erum á 3. ári Já, sko Volt náttúrulega algjör snilt og við tala náttúrulega vel um hér og hvernig maður alltaf til að ég fór í Volt Plus bara síðast í gær og tjöfull sparaði mikið penning en allavega, það sem ég ætlaði að tala um er að ég svona á risastóran part í Volt sögunni í Íslandi því að ég innleiddi Volt í heimkaup og það er rétt já, ég er maðurinn baka það Nei, og það þarna að því að við langaði að spyrja því sko upphaflega hugmyndin líklega þegar þetta var bara lítið evra og startup það hefur verið bara basic home delivery á mat eða ekki Jú, aðalega bara á veitingastöðum það í rauninni svona kjarnin í þessu að það kannski svona reksturinn frá A til B á Volt veitingastæðir og þá aðalega skyndibiti það má segja sér svona í rauninni svona bakbein í öllum rekstunum en svo í rauninni má segja að þróun Volt í rauninni bara allt hitt það í rauninni, sko, við getum talað um það og við höfum talað um það við höfum að vera í rauninni með verslunarmiðstöðin í vasanum þannig að hvað sem sem þetta eftir í hug þú ætti bara að geta panta á Volt hvort sem það eru sko bækur eða barnaföt eða hleðslukapall eitthvað svoleiðis það verður eitthvað að við getum afhent ískápa eða eitthvað svoleiðis en þú veist, aldrei sé aldrei það er þetta geðveik pæling Já, en bara svona litli hlutir sem þú svona kannski bara einhvern tímann þarft að kaupa og þeir að lokum viljum að vera til á Volt og þetta í rauninni bara, þetta markastorg plattform sem appið og það í rauninni auðvitað eins og segi langmestu umsýðunar eru í rauninni bara veitingastöðum og sérstaklega skyndibitikæðum en það alveg klárlega plássi fyrir allt hitt og við horfum á hvernig Volt hefur verið að þróast og við erum bara að tala núna í svona Volt White tölum
þá það þannig að sem sagt, það sem við köllum í rauninni smásala eða retail, það í rauninni það sem að vaksa langmest og það alltaf að saxa á hitt og við erum að horfa á það og við kannski miðum við kannski árið 2027 að þá verði retail þátturinn og jafn stór og veitingastafbransin á allt og þetta að gerast núna út í bara mikið til náttúrulega þessu DoorDash í Bandaríkjunum en líka bara á kannski svona established mörkuðum á Wolt eins og í Finnlandi, Grikklandi og fleiri stöðum þar eru stóra matvörukeðjur komnar inn á Wolt og annað slíkt það eitthvað sem við viljum sjá gerast hérna líka á Íslandi og við segjum alltaf við erum bara rétt að byrja Já, heldur betur sko, Wolt XL hljómar reyndar ekkert eðlilega vel sko, ég var að hugsa núna, ég með alltaf þurrkara heimið á mér djöfull var ég til að geta keypt með þurrkara og svo kemur einhver Woltari með hann til mín af því eina ástæður ég nenni ekki að kaupa því ég nenni ekki að fara að dröslast með hann sko. Þannig að þetta er business hugmynd það bara þannig og ekki halda þetta sé ekki búin að pæla í þessu það er prótótýpur að þessu og það eru prótótýpur líka þess að við erum að nota vélmenni sem fara með þetta og þú veist drónapælingin og allt þetta er allt saman í vinnslu og það sem er gaman að vinna hjá svona rosalega stóru alþjóðlegu fyrirtæki þetta sem kallast í rauninni Research and Development, R&D sem bara þróun og það það sem gaman og sem maður svona á í rauninni fundum sem þá í rauninni svokallum global fundum það sem bara farið yfir sviðið svona bara heildrænt og þá í rauninni alltaf þessi þáttur það sem við verðum að sína bara hvað erum við að pæla í núna næst og maður verður alltaf bara wow, þetta er alveg snar bara wow, hvað þetta er flott og það það sem svo gaman að horfa á þetta og það skemmtileg með þessi fyrirtæki þau fjárfesta svo miklum fjármunum í þetta bara næstu skrif, hvernig hann næstu 5 ára líta út svo ég vísa eftir í stofnandana mikið og hann segir þetta alltaf sko eins og við horfum á fyrirtæki núna við munum hlæja þetta í 10 ár Okay. Já, og það það sem hann alltaf að segja og þetta svona einn af þessum svona founderum sem eru svona, þú veist, alltaf svolítið sérstakir eins og þeir eru, en það þeir hafa svo mikla sín á hlutina og það það sem þeir hafa gert og hann heitir Tony Xu sem stofnaði DoorDash úti og þeir tveir eru saman að bralla hlutina og það hitti skrattin ömmu sína þannig að þeir eru alltaf að hífa hvernig hann upp til skýjana svo veit ég þeir eru með nokkra mjög vel valda einstaklingi í kringu sem hífa það svona aðeins niður sko. en þetta málið og það svo gaman að fylgjast með í rauninni þessari vegferð bara sem þessi fyrirtæki eru á bara hvernig þið sjá í rauninni bara heimsendinga þjónustu fyrir sig og það ekkert bara, þú veist, þeir hafa gögn á baku sig líka og skoða bara eins og segi, sko, fyrstu kaupendur, það var fólk sem fór bara út í búð og keypti sér vörun, það eru sko mömmunar og pappanir okkar við svona sem byrjum á að kaupa online við hugsaum bara, já ég þarf að bíða kannski 2-3 daga eftir vörunni börnin okkar, þeim finnst bara ég var að panta þetta býtu, þetta ekki að koma? Já, núna, takk. Já, og við séum þetta bara í öllum kunnum, bara þau segja, hvenær viltu fá þetta til þín? Já, bara 1 klukkutíma. Já. Og þetta í rauninni það sem þeir eru að nota. Þú veist, bara, herri, ok, þú veist, þróunin verður þessi. Fólk vill á meiri hraða og rannsóknir sína. Þeir eru tilbúin að borga fyrir það. Já. Og það að skipta máli. Ég hlusta á frábært viðtal hjá ykkur, Jónas G. Jóhannesson. Já. Já. Og síðasta viðtalið. Síðasta. Já. Það var skemmtilegt og hann var að tala þar netverslun og sérstaklega á mat og hann sagði að fólk ekki tilbúið að borga fyrir það og það svolítið rétt og hefur verið raunin svolítið á Íslandi þangað til svolítið með tilkomu Wolt við sáum það bara hvað margir að nýta sér eins og Wolt Plus áskriftin og allt þetta þess að fólk bara, já, ég ætla bara að leggja í þetta að fá þessi þægindi til mín og ég vil meina þetta sé svona hægt og bítandi að breytast Já, ég held líka að Jónas gerði að tala um að ef þú tekur 360 gráðunar þá mögulega, þá kostar þú eitthvað á tíman þú þarft að fara út í búð, þú þarft að keyra og eitthvað þetta mögulega ódýrasta leiðin, ég held að Jónas hefði talað um það Hann gerði það nákvæmlega og ég hérta það saman Það má líka alveg hrósa ykkur fyrir það sko að það ekki grín að því að auðvitað COVID sinn þátti að breyta neyslu og kauphegðun fólks í heiminum en þið hafi líka bara gert ótrúlega vel síðan þið riðið ná íslenska markaðina sko fyrirrennar ykkar í AHA á sínum tíma það var alltaf bara, heyrðu, ég var að panta Serrano í gegnum Subway, ef að panta Subway í gegnum AHA, en núna það bara ef að fá okkur Wolt Já, það þetta frábær punktur það er ekki, ef að fá okkur þennan veitingastað í gegnum appið, það alltaf bara ef við að volta, ef að fá okkur Wolt veist, og sama með Wolt Plus að vera að koma með þetta svona þannig að sendingagjaldið sé bara í mánaðaráskrift þetta bara brilljant, þetta svo sniðut Það rauninni bara, þú veist, sammála því og það sem góða við þetta teljum við að ef við testa að hafa mikla fjölbreytni inn á sem sagt í appinu hjá okkur sem raunin núna á Íslandi sérstaklega í veitingastæðageirunum sem hefur gengið mjög vel að fá í rauninni veitingastæðin í lið með okkur að fólk ekki búið að gera upp hugsin þegar það opna appið það veit kannski að langar í pítsu en ekki hvaða pítsu og þá ertu kannski bara með 8 eða 9 valmöguleika í
svona í þínu reynsi sem sagt í þinni Volt Plus áskrift hvernig sem það og það meira þess að þannig og aftur þróunina núna það þannig að þú getur bókað frá 2 veitingastöðum inn í sömu áskrift þannig að sko, þú veist, þið getið félagarnir pantað ykkur og ykkur langar ekki sömu pítsuna og þið getið pantað ykkur frá 2 mismunandi stöðum inn í sæmu pöntuninni. Það er svoleiðis og þetta eitthvað sem bara svona við erum svona tiltölulega nýbúin að kynna og íta fram þannig að eins og segi, við erum alltaf að ídra þjónustunum okkar þannig að þægindin verið sem mest og fáið sem mest fyrir heimsendinguna þú getur líka bætt við Vesturbærisnum í leiðinni sko, þannig að það er mjög gaman að þessu og en eins og ég segi, kannski líka bara með það sem ég þó persónulega svona áhugaverðast að ég náttúrulega sem kem ekki á því ég aldrei unnið sérstaklega stóru fyrirtækjum ég hef náttúrulega verið í íþróttagerðinum sjálfur fyrir það sem eru svona litla skrifstofur og maður Ostasnakkið og svo var náttúrulega í Lava Cheese og þar vorum við eiginlega bara 2 mestmengnis í tímanum sko og kannski á íþróttafélögunum þegar ég var unni hjá Val og Afturlendingu þá var maður kannski sko skrifstofum kannski svona 5, 6, 7 manns eitthvað svoleiðis þannig að maður svo vanur að vera bara einhvern veginn í að fara í einhvern veginn öll verk mjög minnistæðast alltaf á mánudögum klukkan 3:30 þegar yngstum krakkarnir komu úr öllum skólunum á æfingunni í Val að þurfti öll skrifstofan að fara niður en þess að við lentum í svona voru svo margir maður hjálpaði með að reyma skóna þú veist, skilur, þannig að þetta var svona þannig var svo, en hjá Volt þannig svo margir og það er bara þitt hlutverk mjög afmarkað og það er þetta og þetta og þetta og ferlarnir eru mjög skýrir og allt þetta og þetta er bara svona risavaxið fyrirtæki sem í rauninni gengur út af þessu mekanism á bakvið það sem þá í rauninni rekið frá í rauninni höfuðstofunum í Finnlandi það sem gríðarlega mikið í rauninni sko, við erum í mjög miklu sambandi Ísland við það ekki allir sem vita það, þetta er ekki eitthvað þannig að EHF okkar sé eitthvað franchise model eitthvað svoleiðis fyrirtæki sannlega bara rekið frá Helsingi í Finnlandi þetta er ekki bara eins og IKEA það sem eitthvað kaupir bara franchise og rekur þetta nei, þetta er bara þetta er bara rauninni og bara eins og sé allir þessu global fundir þá er rauninni bara mjög mikill samgangur á milli landa og mestmengnis Ísland þá á Noregur má segja opnaði Ísland eins og má segja þannig að það er líka skemmtilegt þannig að þetta er bara verið bara mikið svona hvað sem maður hefur verið á svona smá vegferð í þessu bara að læra svolítið að vinna svona öðru í þessu vinnu, það er mjög skemmtilegt við líka að vinna á svona stóru global brandi bara geðveikt, sko mér langar að því að tala að retail væri mest vaxandi, mér finnst áhugavert og tala matvörur og annað þegar ég var að vinna í Heimkaup, ekki það að Heimkaup sé eitthvað sérstakur samstæðsaðal okkar en að því að þetta er svona smá tengist ég velti alltaf að því að ég byrjaði að vesla svo mikið við Heimkaup þegar ég byrjaði að vinna ég bara, af hverju get ekki allir að leiðina sem ég geri er að fara út í búð fyrir utan að ég eyði alltaf miklu meiri pening en ég ætla mér að því að kaupa eitthvað drast en svo fórum við að senda skoðanakannur á viðskiptavinnu og þau svo já, við viljum fá að velja gremmiti okkar sjálf og ávistangar sjálf og svo fann sumum bara næs að fara út í búð og eitthvað en er þetta ekki framtíðin að fólk fá þetta bara senda heim til sín? Jú, og við erum með tölun alltaf bara að öðrum mörkuðum og í rauninni er íslenski markaðin hér mjög skammt á við komin hvað þetta varðar og við sjáum bara í þessum það sem sko, ég held að fólk hefur frá matar heimsendingar í Bretlandi í 20 ár þá var það bara sko með símhringingum bara back in the days, allt öðruvísi þannig að íslenski markaðin hefur samt verið mjög skammt á við komin, það er ýmislegt í þessu sko, þú myndist um svo grammetið alltaf mikið þessu dóttir innflutt þannig að þú þarf svolítið að skoða maður er kannski annar staðar og veistu bara varan sem þú kaupir er bara varan sem þú þarf alltaf það er bara sama, meira consistency í vörunni þannig að það er kannski einhver blokkar í þessu og maður skilur það alveg þú vilt að það er kannski rosalega vond upplifun neytanda að panta eitthvað og þú ég get ekki borðað þessi jarðaber þannig að það þarf að gera það rosalega vel fyrir það og við erum núna bara, þú veist það verður getur mér ekki tilkynnt það núna en það verður gert núna bara í með haustinu, þá erum við að fara að selja matvöru á fullum krafti inn á Volt og það er bara að fara að gera sem bara vonandi í september og við erum bara fullu að undirbúa það núna og það verður bara mjög gaman að sjá hvernig það fer ég get sagt að kannski fólk átta sig ekki umsögunum en við erum að bilinu 3.500 til 5.500 pantanir á dag á Íslandi og þannig að það er mjög mikið, við erum yfir 100 pantanir á mánuði á plattformunum, þannig að sko við erum að vonast til að bara það fara ennþá meira núna að við sjáum þegar við fáum matvörun inn, við erum það eftir og mjög mörgum stöðum á Volt mörkuðum annars staðar í kringum okkur, þá er í rauninni matvaran bara eitt stærsti aðilinn á í rauninni öllum plattformunum kostum það er til dæmis í Noregi eða Danmörku til dæmis mjög sterkt þar að panta í rauninni matvöru á Volt og við horfum svona, við getum svona aðeins spekla okkur við þessa aðila, svipaði runni verðið og allt þetta þannig að já, það er mjög gaman og líka bara
hlutir, við viljum prófa bara að fara með þetta alla leið og rauninni selja skó og bara allt hvað eina við sjáum til mér svo netverð sem við berum rosalega mikla virðingu fyrir til þess búst fólk þetta og ég vil bara herðu græmi þetta á 40 mínútum já, það rosalegt sko. Það var að djammið einhver blettur í fötunum þínum já, ok, Volt græðir þetta sko, það eitt sem ég langar líka að spyrja það sko, því að ég held að Jón heldur hann sagt það í þættunum eða sagði mig að það hefur eiginlega engu fyrirtæki í heiminum tekist að græða á heimsendingum og við höfum séð á Íslandi að þarna, bara Heimkaup þeir eru núna bara hætti með matur, eru bara í áfenginu þetta alvöru brekka sko, hvernig hefur þetta gengið hjá ykkur so far? Íslandi gengur mjög vel og það bara þannig og það bara já, við höfum í rauninni yngar þannig áhyggjur auðvitað þetta samt alltaf þegar við erum svona í ákveðnum vaxtaferli að þá náttúrulega kannski fórnar að hagnaði fyrir vöxt í einhvern x tíma og bara til að koma í rauninni kannski þjónustunni svolítið inn í normið hjá fólki og það það sem við klálega gerðum en alveg klálega innan marka og í rauninni og þú bara horfir á kannski, þú getur bara séð uppgjör hjá til dæmis bara DoorDash á alþjóðlegum vettvang þá gengur þetta mjög vel þetta vissulega þannig og af því þú minnist á með Heimkaup áskorunin sannlega í matvörunni varandi arðsemi það alveg klárt mál vegna þess að framleiðin lág þar og maður finnur það bara á samtölu sínum sko, þegar maður fer að minnast á þetta við held að við hitt alla aðlana og, sko, og þeir alveg bara, sko, þeir bara sitja stjarfir þegar maður fer að minnast á það hvernig módelið það þannig að við þurfum að fá okkurna hlutild í körfunni svo við getum í rauninni græið allt ferlið við getum ekki bara hleypt kostnaðinum bara yfir á neytandanum, það myndi hann ekki panta við vitum þetta og þetta bara við erum með rannsóknir og gögn bakket upp í gegnum okkur og við bara sjáum hvernig þetta þannig að það þarf að vera svona ákveði limbo í þessu og og það rétt og það alveg rétt hjá Jóni það sem hann sagði að það töluverð áskorun fyrir matvörukeðjurnar á þessu en eins og segi, ég veit allan nokkra verslanir í stóra heimi sem við rauninni láta ganga kannski ekki með rosalega arðsemi en tekjurnar aukast á móti og þjónustan breytist aðeins öðruvísi það hægt að koma með svona ákveðna útreikninga það sko, þú græðir líka aðeins á því að fá ekki aðalann inn á góltíðin já, klárt það bara einfaldir hlutir eins og það ekki að þrýfupættir hann og það ekki, hann kemur ekki inn á góltíðin það ekki vera maðurraði hillur kannski þetta aðeins öðruvísi sko, bara dark store það heimlis móti líka sem við erum að skoða og Volt til dæmis með sína eigin sko, má segja matvörukeðju sjálft í sömu mörkuðum, ekki á Íslandi sem heitir Volt Market og það koncept sem kannski einhvern veginn kemur til Íslands, ég veit það ekki, sjáum til en það bara dark store koncept sem bara sett upp þannig að í rauninni þú bara, það í rauninni kemur engið þar inn og það alveg svona dálítið sniðugt og okkur langar meira að skoða að gera það bara á Íslandi bara fyrir vörur hjá aðilum til að í rauninni sko spara þeim allan tilkostnaðinn og þá í rauninni bara sjáum við allt ferlið inn í ykkur svona ákveðnum lager bara, aftur R&D sem við erum að skoða þetta eitt af hlutunum sem við erum líka að skoða sem er mjög spennandi sko, það mjög spennandi mjög spennandi að sko þið gætu stóru ekki veltu ykkar mjög hratt með því að einmitt opna darkstores og bjóða upp á lagera fyrir önnum fyrirtæki sko. Alveg klárlega líka, mér langar að hamra á þess að því ég var svo mikið að vinna í þessu og ég hef aldrei fengið að tala um þetta og nú fæ ég að opna með þetta nei, en við sjáum það að krónan vissulega með þetta þeir eru með einhvern 18 skall og ef þú ferð yfir 18 skallin þá kemur já flott og ferð það sent inn á næsta ári sko, það eitt rúndur á viku og þeir bara auglýsa ekki neitt og það engin tilviljun sko, þau græða meira á því að fólk fari bara í búðuna, eðlilega annars þurfa að borga kostnað, sjá Bónus ekki byrja að gera þetta, Hagkaup ekki byrja að gera þetta sko, ég tók alltaf dæmi sko, af því að þú þarft að vera með eitthvað kvata fyrir fólk að versla og Heimkaup var til dæmis með ef þú verslar yfir 20 skall á að sendingi frí en svo fór maður að reikna ef ég kaupi bara mjólkulítra á 20 skall það er kannski á 5% framlegð þá er eftir að borga dræverinn sem það bæði við að fara þú ert að fyrst, án að borga drævernum þá ertu fyrst að borga pikkaranum fyrir að pikka alla sendinguna eina, hann þarf að labba með til bíl þar er eitthvað dræver sem er á launum, hann þarf að keyra hann þarf að fara aftur baka, þetta bara dæmi gengur aldrei upp nema að rukki fyrir þetta samanberða sem Jón sagði og það alveg þannig að reiknistæmið öðruvísi mekanismin hjá okkur öðruvísi í samtölunum við í matvörukeðjunum en alla aðra það bara þannig út af því að þau í þeirra bransa sem bara í rosalega low margin bransi þannig að þá í svona önnur gjöld lögð á annars staðar líka í ferlinu það líka bara, þú veist, bara tölum líka hvað sendlirum, það allt annað að fara með 4 bónuspoka eða þú veist bara matvörupoka eina pítsu heldur en eina pítsu eða KFC-poka þetta ekki sama dæmi sko
þannig að það líka er ekki ráð fyrir þessu þannig að og ég held að þetta sé að breyta svona, sjáum bara aftur á öðrum mörkum, gögnin sem við höfum annars staðar frá, sem við bara notum alveg óspart og það kannski hitt sem svo gaman við Volt, það við erum að drukna í gögnum, það allt mælt og þú notar þetta bara til þess að í rauninni byggja þitt og ídra þitt módel hérna heima. Það bara hefur sko, já, ég tilbúin að borga meira fyrir heimsendingu frá maturikeðu heldur en pizzastað. Af því þú veist, það miklu meira mál. Þú veist, þú í eðlínu veist það tekur þig minni tíma, örskama stund að fara á pizzastæðin og sækja pizzanu sjálfur, það tekur þig alltaf kannski klukkutíma að fara í búðina eða alltaf að taka alvöru innkaup. Þannig að það líka mótur, þess vegna rauninni sko, það alveg rétt og þetta alveg, eins og þú segir, ég held að segja alveg eins og við vísum aftur í viðtala Jónas Geir, þetta alveg rétt hjá honum, það áskorunar þarna, en þá rauninni þarftu að hugsa svolítið dæmi út frá öðrum forsendum og vera með önnur gjöld hér og þar sem kom inn, sem svona allavega annars staðar í heiminum, láta ganga upp. Og það okkar áskorun hérna að finna lausnlega gerð í Íslandi og ég heldur sem við komum með það. Já, líka því að þarna málið að þegar ég innleiddi Volt sem fólk mann vel eftir að þar nefnilega því að fólk getur opnur upplýsingar að ekkert gengið sérstaklega vel hjá heimkaupum þar var einmitt, já, hvað ef að hafa körfuna háa þannig að þarna fólk þarf ekki að borga? Ég sagði bara, prófum bara að þetta 30-40 minútur delivery time, það bara sorry, það bara, þú þarft alltaf að borga fastegjaldi og það sem kom grófart var bara eins og þú segir fólk var tilbúið að borga fyrir þetta, af því að þú ert að borga bara fyrir þægindi. Það máli og bara ég held að heimkaupa var einu fyrstu aðalun sem í rauninni fóru í svo kallar Volt Drive þjónustu, þess að þú ert bara með þín eigin plattform eins og þú þekkir og getur að panta eins og áfengi, það var eitthvað sem bara gekk stórvel frá fyrsta deg á heimkaupum og já, þeir held ég eru aðeins búin að breyta sínu módel, náttúrulega voru mikla breytinga þar eftir að svo við vísum aftur í Jónas Geir, náttúrulega mætti þar á svæðið og búin að breyta þess til. Já, rak mig ekki sko, máttu segja okkur að þegar þú segir að búið að ganga vel í Íslandi segjum að ég panta núna Volt fyrir 10.000 kall, hvað endar mikið í vasanum á ykkur? Það eru innherra upplýsingar og það mjög misjamt og þú veist bara, og það náttúrulega bara fyrir ekki með einhverja gefna marginu nei, rauninni, það fer líka bara rosalega eftir umfangi viðkomandi aðila bara eins og gengur og gerist, það áttu ykkur náttúrulega á því að það eru, þú veist, þeir sem eru allra umfangsmestu náttúrulega, þú veist, öðrum samningi og annað slíkt okay. Þannig að og bara öðru samtali þú veist, bara eins og gengur og gerist svo ég vísi aftur í, þú veist, það eru öðruvísi samningar sem gerði við smásölu aðala heldur en veitingastæði og bara út frá þessum forsendum sem voru ræðið áðan. Þannig að það kannski eiginlega engin ein bein tala sko, en þessi fólk kannski algengasti miskilningur sem ég ofta leiðrétta er að þú kannski sérð ef þú veist ekki Volt Plus áskrift og ef þú ert í Volt Plus áskrift þá oft spurningin hvað fær sendillinn og ef þú kannski ert ekki Volt Plus áskrift og borgar kannski 580 krónur í sendingagjald og þá heldur fólk yfirleitt að það sendillinn fær bara þá uppað. Það ekki raunin. Nei. Þannig að við fáum hlutdeild í körfunni Volt frá þeim sem í rauninni að selja og mjög stór partur af þeim þeir upp að fer líka til sendilsins. Þannig rauninni gengur þetta upp. Þannig geta rauninni þessi þríðningur Volt, sendillinn og þá veitingastæðurinn eða bara söluaðalinn rauninni öll þá rauninni fengi eitthvað fyrir sín snúð. Þannig gengur þetta upp. Sko það voru nokkri aðalar sem að senda okkur þegar tilkynntum komin hans Jóa sem að voru eigendur veitingastæða og þeir voru að tala sko að náttúrulega því eðlilega, þetta ykkar plattformi, þið takið komissjón fyrir það, mögulega hefur ekki reykist á hann stað allavega ekki fara að leita hann uppi ef það hefði ekki verið fyrir ykkur, en þeir tala að þetta sé dýr þóknun getur þú tekið undir það? Þú veist, ég skil rosalega vel að veitingastæðunum finnst það. Já. Ég bara skil hann rosalega vel, vegna þess að það eru auðvitað áskorið þar og svona staðar, en við reynum auðvitað, vegna þess að við vitum að ef samkeppnin í rauninni verði þess að lægsta plattform og seljum við meira. Við vitum það bara staðreynd. Þannig að ég skil alveg að þeim finnst að vera hátt og við séum svona að þetta ný í rauninni þjónusta eins og segir, við fáum tökum ákveðna hlutdeild í viðskiptunum skil bara mjög vel, en þá alltaf rökin okkar, alltaf á móti við erum að tryggja ný viðskipti aukna veltu, hún á lægri framlegð fyrir þig, en annars þessi viðskipti ekki orðið til. Þannig að ef ykkur sér þetta ganga upp þá þetta í rauninni alltaf tekjur í kassan. Svo þarf í rauninni bara að hugsa sko út fyrir kassan í rauninni, getur að búið til einhver tilboð sem í rauninni einhvern veginn bara þarna en ekki þarna sem þá kannski einhvern veginn smíðu saman sem gefa þá einhverju aukna framlegð hvernig sem það reynt að selja frekar 2 eða 3 sem hamborgara í staðinn fyrir 1
skilurðu, fengið þá stærri körf á móti og það hjálpar alltaf, þá svona kemur þetta einhvern veginn saman, við vinnum mikið með slíkt og fólk bara sem notar appi getur séð alltaf mikið að slíku, svona eitthvað svona Volt hönnu tilboð sem eru þá í rauninni, en ég skil alveg hvað ég meina. Já. En að sama skapi líka, þá þetta í rauninni bara plattform sem heitir staðar fyrir fólk sem vil nýta þessi þjónustu og ef þú vilt vera á matselunum, að þá þetta bara þarf að spila eftir þeim leikreglum. Og þar eru allir svolítið í sama bátnum og það ég veit ég sagði áðan að það væri einhver munur á milli, þannig að það ekkert brjálæðislega mikill, en auðvitað einhver á milli aðila eftir umfangi. Já, líka maður myndi halda og eins og ég segi, maður skilur alveg hvaðan þeir eru að koma, en aftur þetta bara ný velta og kannski nýr markkópur sem er aldrei annars náð. Maður velta líka fyrir sér ef við leyfum myndum opna veitingastað, ekki bara eðlilegt og ég held ég veit veitingastaðin, ég ætla ekki að nefna á nafn sem að bara, ef þetta Voltböndun, þá bara hækka ég verðið X. Er ég að böllum það? Nei, við höfum lent í því sem við erum auðvitað alltaf svolítið að berast gegn, að þessu hærri verð á Volt en í okkur. Einmitt. Við erum ekki hrifin af þessu og við þegar í samtalinu þegar við erum í svo kallu onboarding ferli, það sem staðurinn að koma inn í okkur, þá bara mælum við eindrið með því að verðin séu sömu, en við sjáum bara þeir staðir sem fara eftir okkar aðgjöf, selja miklu meira og þeir staðir sem kannski hækka verðin, að fólk átti sig svo rætt á því, fólk svo næmt fyrir verðin líka. Fólk tekur alveg eftir þessu. Já, alveg hygglust. Og þá ertu í rauninni, þá bendum við bara á að augljósa í þessu, að þá segja sumir sem bara, ég ætla bara að bjóða upp þessa þjónustu, en stressa sig kannski minna á sölunni þarna. Menn aðrir taka þetta alla leið og eru þá bara með aukna veltu á minni framleið, en eru samt að hafa dálítið vel upp úr grassinu á Volt. Já. Ég myndi að því að þeir kannski fylgja okkar ágjöf, en svona þetta bara og þú sitt sínis hverjum. Ég held í heildina ef við teljum í rauninni veitingastaðina, þá eitt stað sem pítsan með ykkur 8 staði, eitt stað sem ber venue, þá venjúðin hjá okkur held ég tæplega 400. Já. Þannig að við erum með gríðarlega mikið úrval og það bara það lykillinn að þessu. Já. Áðan ég laði staðinn á hann, þá sagði ástin mín, ég var að banda bræðari handaður hann á leiðinni. Það var algjör snill bæði. Þú skora vel þá. Já, ég má koma seint heima Já, þú komst aðeins inn á gjaldi til sendilsins áðan. Mér langar að við gigg-kerfið Volt og Uber hafa fengið sinn skerfagaggrinni erlendi sérstaklega fyrir þetta verktaka fyrirkomulag. Komin í þungumálin. Já, komin í jarðsprengjusvæði. Sólveig Anna, lokaði þér ánum. Hvernig að vera Volt sendill á Íslandi í dag? Helstu, við byrjum bara á því. Þetta velgreitt starf? Þetta náttúrulega allt verktakar ekki satt. Þetta verktaka fyrirkomulag og bara svo ástæðan fyrir það sem útskýrt, annars myndi í ganga. Og kannski bara tekur svona kannski einföld dæmi. Við gerum og við fylgjum þessu verktakamódeli algjörlega í hvívetna. Þannig að, þú veist, ef Birkir væri Volt-sendill, ég geti aldrei hringt í hann og sagt, þú verður að fara með sendingu. Þannig virkar þetta ekki. Nei. Þannig að ef það ekki sendlar á vakt hjá okkur, þá verður sendingin ekki afhent. Þú veist, það getur verið mögulega að tjekka mér, þú veist, og okkur á skrifstofunni. Þú er heima skóna. Já, en það væri þá raunin, En það þannig að við berum kannski bara saman starfsmann á kaffihúsi og starfsmannin og allt þetta sama dæmi, og Volt-sendill. Starfsmann á kaffihúsi, hann þarf að mæti vinnuna klukkan sem bara 7. Og ef mætir ekki þá bara yfir maður reiður, bara akkur komst ekki í vinnuna, ég þurfti að vera að halda. Hann þarf að mæta ákveðnum tíma og hann búinn á ákveðnum tíma. Volt-sendillinn má byrja og hætta hvenær sem hann vill. Þessi aðili á kaffihúsinu, hann segir, ég ætla bara að afgreiða latte í dag. Og bara, en allt hitt, bara nei, ég ætla bara að afgreiða latte í dag. Volt-sendillinn bara getur, ég ætla bara að afhenda bara mat frá þessum tiltekna stað í dag. Ég ætla bara að vera. Til dæmis. Þeir ekki á Volt, við höfum að græja það. Ég vissi það nefnilega. Það samtal ongoing, búin að vera ongoing lengi. Leifur hann innherri núna. Ég held að þessu einu sem eftir, á þessum established aðlum. En sjáum til. Skúli átt að hlusta. Og samtalið alltaf opið. En þá það þannig að Volt-sendarnir, þeir stjórna sér algjörlega sjálfur, vinnutímanum. Og það kannski það sem skiptir mestu máli. Og ástæðan fyrir þessu náttúrulega svo að þá náttúrulega erum við ekki með aðila á okkur vaktavinnu. Til dæmis eins og þú bara rætt, nú erum við að tala mikið veitingastæði og sérstaklega þessi veitingastæði sem eru kannski mikið til nýri bæ og kannski fítnisstæðir. Við heilt mikið að því að þeir til dæmis kvarta sáran yfir háum launakostnaði. Og það í rauninni er málið. Og þeir eru kannski með í rauninni vaktir en kannski veltan er kannski, þú veist, einhvern 2-3 klukkutíma í kringum hádegið og kvöldið. Svo bara milli 2 og 5 ekkert að gera. Já.
þannig að sko þetta myndi aldrei ganga hjá okkur þessi þjónustu að veita þessi þjónustu, hún myndi aldrei vera arðbær ef við værum með þannig fyrirkomulag. En er eitthvað heatmap ef ég verktaki hjá þér, er eitthvað heatmap sem er eitthvað mælaborð hjá ykkur að bara það er brjála að gera núna, ég get sótt núna 700 sendingar eða eitthvað? Veit bílstjóri sem er að fara á vakt núna bara, ég er að fara að fá fullt af sendingum? Já, þeir áttu strax að því. Já, og þeir þekkja bara tíman. Já, og það er sko voltsendalarnir sem eru reynslu miklu sendlar, þeir vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera og hvað þeir þurfa að staðsetja sig og bara hvernig þeir í rauninni, þú veist, þeir vita það, þeir fara bara klukkan 3 á mánudegi, það verður ekkert bara, við erum bara, eins, þú veist, þetta er náttúrulega bara neytendahegðun, sko. Já, en þetta er bara stór veitingast. Já, þannig að það er í rauninni kannski droslega mikið að gera þá, en strax klukkan 6, þá er bara, það nóg að gera. Þannig að, og sérstaklega í hádeginu, bara þú loggaði inn bara, ég ætla að borga mér 11, hálftíma seinna er bara hádegistrafikkinn byrjuð alveg á fullu. Hún stendur til klukkan 1 og þetta er bara svona sömu lögmál og hjá okkur. Auðvitað er alltaf eitthvað að gera en þá er eins og kannski bara þessi sem eru kannski gerir þetta bara svona sinni aðal atvinnu. Alltaf á í rauninni alltaf online eins og við segjum. Hinir sem kannski eru bara notað sem svona algjört aukastarf sem svona oppina fólkinu okkar er að gera að þeir kannski bara logga sig inn bara kannski 3 í viku þeir vantar auka pening og bara vinna þú veist, kannski milli klukkan þú veist, 6:30 og 9 þú veist, og þá er það búið og þetta er sannlega partur af þessu gig-kerfi sem er rauninni búin að reyða sér svolítið hratt í rúms þetta er öðruvísi, þetta er fólk sem vill eiga kannski öðruvísi ráðningarsamböndum en aðrir og kjósa sér þann lífstíl þú veist, aftur, ég tala gögn og við mælum þetta bara mjög heiðarlega inn á Volt á öllum mörkuðum og það er eiginlega engin sem myndi kjósa þess að verða launþegi í þessu starfi. Nei. Það við sko, ég held að það starfið ekkert eitthvað frálega vel borgað. En hvað er ekki að hafa, ég bara er að reyna á meðin í þetta, sko bara, hvað vinnum við marga klukktíma viku? 160, ekki? Nei, á mánuði segi, ekki? Venjulegur launamaður, ekki? Eitthvað svoleiðis. 160 klukktíma á mánuði. Þú vinnur 40 klukktíma vinnuviku er svona standardi, fyrir utan sem komst í vinnuvikunar. Já, það er ekki, já. En ég ætla að segja, þú veist, það mótil myndi aldrei virka að væri bara, þessi aðil hann keyrir bara 160 klukkutíma á mánuði fyrir okkur og er launamaður og fær borga þannig en það væri ekkert sérstaklega borga kannski sko, það heyrði bara brass sko, þú veist, en bara svo þessi sagt á einhverjum mörkuðum hjá Volt þá hefur raunni verið einhver svona ákveðin grunnfasti en það er þá kannski með svona annars konar sendingar en það er hins vegar raunni þannig er mótilið ekki sett upp hjá fyrirtækinu og það er bara því að bara excess-skjala okkur gengur ekki upp og þá væri þessi þjónusta ekki til staðar sama í rauninni myndist á Uber það hefur kannski verið svolítið held ég svona kannski heitasta kartaflinn í kringum þetta og í rauninni það er bara að vita mála ef þeir myndu vera með allan sína aðila og eitthvað svona launaskrá og hvernig það er að þá myndi það ekki ganga upp heldur sko. Þannig að þetta hefur verið að reyða sér til rúms svo kallu gig-kerfi og eins og segi við mælum þetta mikið það er alveg frekar mikil ánægja hjá Volt-sendlum með í rauninni bara hvernig vinnan er sett upp þú veist, auðvitað eru eitthvað umkvartanir og ýmislegt eins og gengur að gerist og við erum alltaf að vera betri í því klártmál, en að sama skapi að þá held ég að fyrirkomulagið er þannig að þú veist, Volt væri ekki til nema þetta væri svona eins og þetta er það er bara svolítið staðan og já, sem sagt starfið er sko það held ég sé ekki neitt leyndarmál kannski verið skammað með fyrir þetta en sko, þú veist, þetta er rosalega erfitt að segja hvað viðkomandi sendil fær borgað per sendingu, þannig að það er svo breytt eftir í rauninni hversu langt eða stutt hann fer með sendinguna og hversu þungun er. Hvað er best, Fox in the Box, hvað er best fyrir Volt-sendil að staðsetja sig? Þú veist, það fyrir eftir hvernig þú lítur á þetta. Hvað var Erling Haaland eða var ég Volt-stari? Margar sendingar, þú veist, það líkur upp, ég meina við hafa nú fyrir einhverju síðan voru að tala um 100.000 sendingin eða farið til að KSC sko. Já, þannig að þú átt á því, það er bara, þú veist, það er sniðugt að vera einhverstað nálægt þeim og þessum stóru stöðum, við vitum allir hvað þau eru. En average. Það er held ég sko meðal er í kringum þá 9,8 evrur nú er ég að mynda allt í evrum 1500 kall aðeins minna en það er svona cirka bát svona meðal sem í rauninni er miðsendingu og hvað er það að fara margar sendingar á klukkutíma? Það, aftur ég er svona average það eru kannski, þú veist, ég held þegar á háana tíma á hann að geta farið með yfir 2,5 sendingar sem þetta er raun og veru það fer eftir, eins og segi, ef hann er að fara langar þá fer hann alltaf meira þá kannski er hann bara, þú veist, 2 max en ef hann er kannski bara að fara mjög stuttasendingar vinnur bara á hverju þröngu afmörku svæði Kópavogi það er 4 þannig að þetta er raun og veru þetta er
bara módel og þetta kannski aftur hérna af því Volt í grunninn tæknifyrirtæki þetta tækni sem drífur þetta áfram sem rauninni þessi hugbúnaðurinn á bakvið þetta sem lætur hérna þrígetinn gangu upp sem þá rauninni vettvangurinn, sendillinn og svo söluaðalinn. Já, ein spurning frá mér sko að því að nú hef ég pantað Volt örgulega svona 17.000 sinnum Top 10 já, sá það fyrir þátt sko þetta náttúrulega mjög mikið af innflytjendum sem að koma og ég held ég hafi einu sem lendi að stúlka hafi komið með pöntunum mína burt sér frá því að allt góð að því að þeir eru verktakar sko þeir eru verktakar, eru það að hjálpa þessum aðilum bara skattinn og fleira, eru þau svo bara frá þeirra landi brott þeir eru búin að vinna við ykkur nú ég ekki alveg nákvæmlega bara þarna ég get ekki sem fullir eitt en ég sem ekki sagt að þú veist að ég sjálfur fari ekki ferli og verið Volt-sendill Já, vel gert að það sem bara rauninni þú ferð þarna og þú ferð sko, bara til að vera að segja nákvæmlega hvernig þetta rauninni, það lár þröskuldur inn í starfið en það líka mjög lár þröskuldur út úr starfinu ef þú sem sagt eitthvað kemur upp á hann slíkt þannig að þú getur rauninni bara sækir bara á vefnum og verður bara rauninni bara þarft að vera með atvinnuleyfi og ætlar á bíl þá þurfa söguskirtinni líka og þú ætlar að registrera bíl þú getur verið á hjóli sumir gera það sem eru þá bara að vinna mikið miðbærum og annað slíkt og stórborgum út í heimi þá eru eiginlega allir bara á hjóli að rafskútu sko heila enginn á bíl en það ekki þannig á Íslandi við erum bílaþjóð mikil eins og allir vita en vissulega, ég held að séu sko mann ekki nákvæmlega ég held að 20% séu þá í rauninni af erlendu bergibrotnir fyrir ekki 20% eru Íslingar, það 80% sem eru erlendu bergibrotnir og það í rauninni bara mjög skýrt með það, við getum bóðið upp ákveðna þjónustu varðandi skattinn fyrir það og þá ertu í rauninni, það eru svona 2 leiðir sem getur valið, hvort að við þá í rauninni sjáum ákveð fyrir því að gera þetta sjálfur og það alltaf bara sjálf valið að þú ert verktaki sko og það bara, ég þekki ekki nákvæmlega þar á milli en í rauninni verktakaform eða þannig að þú náttúrulega bara sendir í reikning og við bara greiðum eftir því þannig að við getum ekki verið svo með eitthvað mikla eftirfylgni þar og eftir sko. en við veitum svona ákveðna ráðgjöfins mikið og við getum og í rauninni megum og en langflestir af þeim eru og við getum bara sagt það hér að það biðröð eftir að vera sendil í Volt og hún búin að býsna löng Ég get ekki núna bara eitthvað skrámið inn og farið að sendast á morgun ekki myndi blikka mig please Jói en það raun ekki þannig og en það sem meira að okkur að haldast rosalega vel á sendlunum okkar þannig að þeir eru sami aðalinn búin að vera í langan tíma og fara með marga ferðir það eitthvað sem bara, þú veist, það gull fyrir okkur það skiptir róið, það væri ekki gott ef það eru mikil velta á þessu, þannig að þá væru mistökin eiga sér stað og fólk kannski ekki að sinna starfinu með sóma þannig að, já, þetta bara eins og segja, okkur að haldast vel á sendlunum núna Já, sko, mögulega, ég með eitt ég byrjaði í viðskiptaþróun fyrir Volt ég hugsa alltaf í viðskiptaþróun einkunnagjöf eins og Uber með fyrir sendlan eitthvað, er það ekki sniðugt? Jú, það í rauninu veru, þú getur gefið svona feedback á rauninu meðgjöf inn í appinu verðandi sendinguna eina. Þetta bara svo þægilegt í Uber þegar þú ert búin að keyra, veit ég hvað er að tala Já, þá í rauninu sérðu þá bara kemur þessi bíll kemur og hann með svona margar þetta aðilinn og hann með svona margar sendingar á bakvið. Þetta líka bara ekkert auka handtak, þetta kemur bara eitthvað finnst þér right, 1-5, þú veist. Já, klálega, það kannski og ég held að það sé mögulega reglur líka hjá þeim varðandi hver að koma því þannig að þetta hittar hann að fara með ykkur við erum alltaf bara að finna mat sko. En þetta bara góð hugmynd og þetta hefur ósum alveg rætt áður ég þekki ekki nákvæmlega akkur þetta hefur ekki verið innleitt en ég get ekki nákvæmlega svarað þér en við ekki vitlaust en það þannig að þú getur alltaf haft samband bara, þú gefur bara meðgjöf bæði staðnum og ferlinu í appinu hjá okkur og svo getur alltaf komið skilabóð máliðis til supportið okkur sem alltaf opið þegar appið opið og við svörum alltaf á undir mínútu Já. Það enda rúsald, ég nýtt með það er fáránlegur svartími þar Já, það enda ekki lægi mínúta sko. það er bara bilað vel gert sko. með líka haldur ég segi þessi einhverju ekki sko, en þú veist basically bara að þú kemur með bókaminn þá færðu 5 stjörnur sko, að þyrst að vera eitthvað mikið frávik af hana það var kannski ekki alveg jafn góð hugmynd og hún hljómaði en kannski eitt sem ég með viðskiptaþróunar hotniði Birkis að ljúka núna leigubíla þjónusta getið þið skoðað það? Það ekki á dagskránni sko það náttúrulega bara svolítið annar rammi þú veist þá ertu komin í rauninni farþegarflutninga með fólk og annað slíkt sko Volt ekki að gera og ég held að segja ekki á öllum þessum fundum sem ég hef verið á að þá ekki verið að ræða
það verið að fara í drónana og vélmennin og allt þetta en það ekki með það í farþegaflutningana ég held að Uber eigi bara það marka þeir taka þann slag og þú er líka bara en á Íslandi heldur betur þörf fyrir þetta sorry Hreyvill, elsku ykkur já og hérna þú veist það náttúrulega var svona ákveðin katastrófa á því öllu saman sprengt upp einhvern veginn það kerfi og svona mér ást nú bara með það var ekki fara alla leið það var í rauninni ekki gert þetta var í rauninni opna á þetta en ekki þannig að eins og þetta ætti að vera Uber það er svona sér bara herru þú borgar þetta mikið og þetta fara þangað og þessi gaur að koma að sækja þig þú veist þetta í rauninni bara vilda vestrið einhvern veginn núna þannig að og það þarf einhvern veginn að ídra þetta kerfi aftur ekki það ég ætla að hafa ómikla skoðun á því en hérna ég vinn ekki við það neitt sko en bara af því þú nefndist það á þetta og tölum góðan viðbragðstíma og þarna kemur aftur að því að vera með alþjóðlegu fyrirtæki að hérna við erum vissulega með íslenskt fólk bara í supportinu hjá okkur sem vinnur þegar app er opið á skrifstofnum okkar en það er mikið að gera þá getum við fengið fólk sem vinnur bæði í Noregi og Georgíu og öðrum löndum til að baka okkur upp og þá bara er rauninni herru við erum í vesinni það er mikið að gera þá bara herru ok hérna eru 8 aðilar sem koma og baka okkur upp núna og það er í gegnum háanatímana þá vitum við hvað við þurfum að gera þannig að þess vegna heldur þetta áfram og þetta er það sem ég segi svona mekanismin að þetta sé rauninni svona rekið eins og ein eining alþjóðlegt fyrirtæki það er svolítið raun ég hef aldrei þurft að nota mér supportið ef þetta er bara alltaf komið og ekkert vesen en já, það er náttúrulega frábært sko. Stundum kemur fyrir bara, herðu það glimtist drikkurinn eða franskarnar eða eitthvað svoleiðis, þá bara þetta græjað annarkvæmt fyrir endurgreiðslu eða býða þetta seldurum aftur og það er bara valmöguleikum það kannski eitt frá mér sjálfbærnihotnið sko, ég veldi átt fyrir mér að því að ég er mjög gaman að sjá bílana sem þessir aðalar koma á þið er ekkert að fara í einhverja svona Volt, rafmagnsbíla eða eitthvað, það er náttúrulega verið helviti dýrtur endar, ég var að fatta það núna en þú fær betri laun eða þú ert á rafmagnsbíl einhver sjálfbærni það er náttúrulega eins og með Uber þá eru hvati fyrir að það kemur svona electric dót, það er ekki reynt á Íslandi ég held að sé á nokkrum öðrum mörkum er þá í rauninni svona og þá getur líka svona stay green eins og kallað og þá fyrir að náttúrulega hjóli eða rafskútu sko en málega er að það er bara svo lítið á Íslandi við erum bara með í rauninni oppin okkar er bara á í rauninni bara bílum og fæstir á rafmagnsbílum þannig að það kannski bara hefur rauninni ekki reynt neitt á það hérna en klálega þetta er eitt af þessum hlutum sem er alltaf verið að ræða Já, og þú gæti mér að því að ég var að tala með þetta dag hjá okkur, mér finnst geðveikt þetta nýja hjá okkur priority, þannig að þú ert bara með fyrstu sendinguna borgar auka 450 kall það væri hægt að líka hafa eitthvað einn valmöguleika viðbót do you want a green delivery og borga 300 kall viðbót það myndir enginn gera það, en það væri flott en þá þurftum við að geta deliverað green reyndar, það er málið sko, annars verður það til en ég bara hugmyndir, I love it, keep it coming já, við erum að þetta í næsta leið, mér langar að reynda eitt í viðbót, sko, er einhver innbyggður fjárhagslegu hvati fyrir það að taka margar sendingar er einhver umbun fyrir sendlana ef þeir eru inni við kólan Já, góð spurning Já, já meinar bónuskerðu þannig Já ekki svo ég veit af þetta er rauninni bara algrími sem er rauninni bara reiknar út rauninni bara per sendingu en þeir taka ef við svona sem kallast bundle order sko að þá eru þeir rauninni þó að við rauninni erum bara með eina þá fá þeir samt álag sko Já. Skilju hvað meina þannig að það er ekki þannig að þegar þú bantar á 2 eða 3 stöðum þú veist þið myndu banta ykkur sko, pizza einhverjum staðnum og Vesturbæris að þá væri samt sko hann fengi aukalega fyrir það sendillin en þó að þú borgir bara saman gjaldið þannig að hérna en það er ekki þannig að þeir eru velunaðir fyrir að taka kannski 40-50 sendingar í mánuði og kannski hæða sem meira eins og launamenn ekki svo ég viti það getur verið og nú er ég bara svolítið að fá skilja auðu sko. ég er ekki alveg með á hreinu ég er nefnilega ekki alveg 100% í þessum málum Þú ert í Volt hitaklefanum þannig að það er svo kallar ops teimi sem er aftur rekið frá Finnlandi þannig að stórum hluta þannig að ég bara veit hins vegar ýmislegt og er bara í góðu bandi en eins og sé þannig að það getur vel verið okkur langar að fara hans í áfengisöluna og það er alltaf aftur 10 minni á heimköpum sko. Þú þarft ekki klósupapír eða banana innan hálftíma Það er ekki ofn að vera annan bjóri Já, vel gert, gott input sko, en þegar fólk það er enginn sem segir, ég ætla að panta með bjór ég ætla að drekka hann til 6 daga Nei, það er allir sem vilja bjór right now og það er sem Volt kom með á markaðin sko byrjum bara á einni boringspurningu hérna frá mér sko, mikil ábyrgð sem fylgir því að veita áfengi hvernig passið að aðeins er 20 ára og þar fram til göttunum Það er bara þetta klassíska, þetta er 3 þáttu auðkenningin þetta er þannig að á sérstaklega á plattformunum hjá okkur að þá þarfstu auðkennaði gennum Ísland.is þannig að í rauninni þá
já, að þú sért sannarlega búin að ná þessum aldri og erum með þess að auka öryggi þar fyrst var þetta bara þannig að þú varst bara að auðkenna einu sinni en nú gerum bara alltaf hérna eða breytt símanúmer úlingur þú veist, maður hugsaði alltaf sko úlingar eru klárt fólk sko, þeir finna leiðir sko þannig að við erum bara klálega að hugsa þannig það er líka þannig að viðkomandi fær þá í rauninni hérna auðkennisnúmer sem er þá í rauninni bara 4 stafa svona kód sem hann þarf þá að segja sendlinum þannig að þú veist ef einhver pantar og nær að fara í gegnum Ísland.is þá er svona símanúmer sem fær í rauninni auðkenningu hérna í eitthvað pinkóða sem hann þarf að segja sendlinum og þarf að sjá í rauninni skildingin þannig að við reynum að vera með svona 3 þáttu auðkenningu auðvitað getur alltaf einhver gerst bara eins og allstaðar en það er líka þannig að viðkomandi getur labbað inn í hérna ÁTVR og vera með eitthvað grínskilríki að viðkomandi bara ekki staðis í vinnunni skilur með ekki spurnskilríki bara einstaklingur sem lítur út fyrir 25 en er 17 Ég held að Arnar í Samtið að tala um það hjá okkur eða á Facebook að tala um að þeir eru að monta sig að því ÁTVR að 90% fólki var gripið með skilríki en að 10% af fólki slapp í gegn sko. Þannig að þú veist, þetta er greinilega óöryggast staðan til að vesla áfengi hjá ríkinu sko. Þú bara pælir í því, það er bara einn öryggisventil þar og það er í rauninu bara svolítið raun og þú veist, skondið saga skilur en það var þannig þegar við vorum hérna í FG í gamla daga og það var þannig, við vissum, það var einn aðeil alltaf að vinna á föstum í ríkinu Dalvík hann spurði aldrei skilgi það var bara strollan og röðinni þangað ekki neitt að gera öðrum kvössum hann var á bónuskefi svo loksins fattast þetta sko og við bara, dammit maður, þetta virkaði góða 6 mánuð Siggi ekki að vakta það var hérna, og svona er þetta bara og þú veist, en ég ætla ekki að segja það að þú veist, við reynum að hafa kerfið okkar bara örugt og hugsaskettur það er bara í rauninni það sem við viljum gera og bara, þú veist, göngum mjög fast og eftir okkar sendla að þið spurðu skilji ekki erum með pinkóðan og líka afhendi ekki áfengi ef einhver er algjörlega bara aðstæðunar eru þannig að þeim finnst það ekki vera rétt Já, það er svoleiðis meira að segja, við leggjum bara svolítið upp úr því það er þannig í rauninni þjálfurarvídeónu fyrir ef þú ætlar að vera sendil sem afhendir áfengi þá þarfst að fara í gegnum svona aðeins auka Þarfst ekki að vera helviti blekkað þá eða? Jú, þú veist, en samt sem áður, ég held sér bara fín regla sko Það ert þú meiri kvöldkallið minn Það væri alvöru jartekking, einhver voltar að segja bara nei, ekki meira verið þig Þá má hann bara snúa við og sendilið fær greitt fyrir síðan sendingu við tryggjum það, en bara viðkomandi fær aftur bara vörunni tilbaka Hvað sem fullu varst í gær? Ég fekk ekki einu svona voltarinn sneri við sko í hörðinni Ég held að það hafi ekki komið til en hérna eins og við vita allavega en það er samt þannig bara í þessum viðmönnreglum sem við höfum og ég held sér bara fínt Þetta er ákveðið stigölvun sem ég var til að kynnast Sko, talandi pólitíkina Ég er nokkur sinnum séð því afslöndið það sem við ættir að fá neitur sko Nei Þú mátt sækja þetta í fyrirmáli kallið minn Talandi pólitíkina hvernig gekk þetta að fá að sendast með áfengi á Íslandi? Sko það gekk ágætlega þú veist, við náttúrulega bara vildum náttúrulega hafa vaðið fyrir neðan okkur og hérna vorum bara með aðila sem unnu fyrir okkur sem gerðu bara ákveðin áleit og tók þetta út en staðrendir eins og það sú hvað er þetta 20 mismunandi aðila sem selja hún áfengi hérna á Íslandi í gegnum svona netsölur og eru hérna elsti búin að gera það eitthvað 6 ár þú veist, er þetta bara í orðið normið eða? Jú bara mér bara pínu áfall ef ég að segja alveg svo er á þessu ágæta alþingi okkar það sem er mikið af frábæra fólki séu ekki bara að finna bara herðu þetta er orðið normið það eru bara 20.000 Íslendinga nýta sér þetta á hverjum bara einasta mánuði við erum ekki að fara að bakka með þetta hérna ef við ekki bara finna leið til að láta ganga og það er rauninni svona það eru vonbrigðin myndi ég segja fyrir mér og þá kemur svona ofta einhver aðilar sem segja sko herðu, er þetta sem alþingi á að vera að sinna bara já, klálega þetta er bara klálega mál sem þau eiga að hjálpa til við að gera samfélag okkar aðeins betra alveg 100% Já Sko, að því þú talar þetta man aftur þegar ég var að vinna í heimkaupum ég var alltaf pirrað þegar ég keyrði fram hjá ríkinu á Dalveginum og ég bara, hvað er allt þetta fólk að gera þarna? Okkur færi þetta ekki bara heimsend? Ég skildi aldrei Já, nei, ég bara Meina eins og þú talar það er líklega meiri hluti fyrir svo alþingi ef ekki bara loka ÁTVR Þú veist, hægri maður ég er auðvitað það Ég finnst einangunarsala og við ríkisins vera bara basins tíma Það er mín bjargfasta trú og ég held að áfengissölu myndi bara farna svo svolítið vel í einkaframtækinu það er mikið mjög öflugu fólki sem getur gert frábæra hluti og er að gera frábæra hluti með þetta sem getur þá bara fært ennþá meður út kvíðar
þetta þess bara svona, þarna liggur mín trú Já. og hún svona kannski alltaf bara svolítið í einkaframtakinu ég held að sé samt ekkert eitthvað að fara að gerast og það sem mun gerast, þetta mun þurfa að gerast í skrefum og það þannig bara eins og þegar að blessaða bjórinn var lögleitur, þetta bara sami þrepagangur sem mun þurfa að eiga sér stað við byrjum einhvern veginn að leyfa þessar áfengissölur sem mun gerast á einhverjum næstu misserum þú veist, ég hef bara trú á því að hún Obba, Dómsmálaráðherra og Kristrún muni græða þetta fyrir okkur ég held að þessi rosalega current þræðarblöða konur sem munu bara held ég svona sjá bara svolítið svona skoða þetta bara svolítið heildrænt og sjá að þetta orðið normið sem bara orðið svona bara partur af kauphegðun okkar Íslendinga og við bara vogum okkur að skoða löndin í kringum okkur þar sem þetta gengur bara ágætlega og þurfum ekki að áhyggjur af þessum hvað segir maður, þessum dómstagsspám sem ríða yfir okkur þegar að svona þetta mál rætt en svo auðvitað kannski vona ég innilega ef að þóra að segja 15 ár fram í tíman að þá verði kannski átjóða bassins tíma, ég veit það ekki erum við á gróið þar? Nei. Ég myndir ekki að orfið bara ef ég væri að halda á eignarstandi ríkisins bara þeir eiga potti fasteignar kring geta bara selt þær og losa hana rekstur bara geðveikt til að slúta Volt strákar segðu yngur selt þetta til að slúta Volt bæði við hlustendur allir að fara í Volt Plus það maður borga sig eitthvað það maður borga sig, þú pantar tvísvar eiginlega þá ertu svo sem nokkurn veginn komið með tvísvar eða þess og þá ertu komin upp í áskriftina ég fór inn í gær, ekki segja mér þetta sko en ég er búin að vera að styrkja Jóa sem er bara fínt sko við höfum kjærlega fyrir það en Volt Plus líka bara, það í rauninni líka bara bestu tilbúin og allt þetta og við viljum í rauninni gera svona alltaf besta og mesta fyrir það aðeila smá köld kannski, eða svona reyna búið til ekki köld, kannski ekki gott en þið fætti hvað ég við, bara svona smá söfnuð sko. Bara þar í rauninni kannski er best að vera í Volt, þá í rauninni færðu mesta út í þjónustri, ég held að það sé óhætt að segja það aldrei að ráða því sem markaðstjóra Köldið komið í Volt-köldið Volt-köldið Nei en þú veist, ef ég væri markaðstjóri þá myndi ég mögulega tala við að því að gaman að orðaforunum mínum sko oppina fólki í næstu kostningum fyrir opparna fólki við fáum hvoru ráningu við heldum okkur bara við podcastið en að koma seinna hálfleiknum það er fótboltinn og það var meira þess að smá uppbótartími og allt sko og við erum konur í seinna hálfleik núna já, enda höfum við nógan tíma sko. Eru ekki bara rétt að byrja það? Jú, það er nóg eftir kannski byrjum á að nefna blessaða bjórinn Kaldi frá Áskós Sandi rétt og nú fer þjóðatíð að renna í garð og verslunumanna helgin sem er heilu í hugu marga og þá er gott að grípa einn kalda Eitt kalda, ég myndi halda að það ætlar að fara á þjóðatíð það er svona 17 kalda þá tekur við kassan með þetta sko, ég held að þessi alltaf að fara að gerast ég var bara svona í blá lokin sko. Ég hugsaði einhvern veginn hvort við getum einhvern veginn volta bjórinn í dalnum svo myndi dó sko og við sáum hún var eiginlega ekki svona operation það væri vesen sko en þú veist, þetta kom þarna sko Jónas en þessi rennir ljúft niður ég verði að segja alveg svo, hann er geggjaður hann er með kalda light, ég er mikill leitari sko svo er sumar kaldi, ég er að spara hann, ég ætla að fá bara hann eftir þegar hann velur kannski Chelsea draumalið sitt eða eitthvað það er samt, þetta er skemmtileg pæling það hefði verið, við skoðum þetta fyrir næsta ár ég held að mögulega væri með einhvern aðfendingarstað einhverja QR-kóða og einhver röð og eitthvað þetta er áskorun líka að koma öllu dótuna þetta var hérna en er alltaf að vera að pæla og maður á aldrei að þú veist að offa hugmyndi strax sko. maður á að labba þess með þeim og svo kannski bara þetta er ekki góð hugmynd sorry, bara eitt til að slúta Volt, sorry að því að tala búið að ganga vel og samanborið við að því að þið hafið opnað í 33 löndum eða eitthvað slug Volt í 33 löndum samanborið við áallan að gera sem þið gerir ráð fyrir eru það að outperforma þær eða? Já, eiginlega sko, held ég alveg öruglega það er svo kallar bara expansion teimi starfandi inn á Volt og þeir fara sko núna bara alltaf á næsta land það er aðeins búið að hægja á núna út af því að vöxturinn var bara orðin svolítið mikill og náttúrulega DoorDash og Volt keyptu Deliveroo í Bretlandi þannig að núna á svolítið fókusið þangað og það var held ég $5 miljardar held ég að hafi verið kaupverðið þannig að það er búið að fjárfesta gríðarlega mikið í vexti og með þessari innreið á Bretlandseyjar sem Volt var ekki með neitt fótspor og ekki DoorDash heldur að þá er svona einhver leiti búið að
svona loka þessum hringi í bili en svo allavega á þessu ári svo eru einhverju markaðir eftir núna á næsta ári sem á að fara í gaman að segja fyrir því að það einn Íslendingur sem hefur verið að vinna í expansion-teiminu sem var að opna núna bara í Búlgaríu það Sigurjón, minn maður? Það Sigurjón, þinn maður hann búin að vera núna, hann bara búin að vera all-star leikmaður inn á Volt og búin að fara sko Albaníu, Búlgaríu hann sendilega ekki hann sölumaður og hann elskar að vera sölumaður hann Albaníu, Búlgaríu hvað eitt í útbútt líka sko hann búin að vera öflugur vel gert hann með hendi falli þetta niður og bara svona leipur hann og sæna sko ég get alveg vottað það hann sölumaður döðans Kaldimar, djúðurna góður hann góður og Safran auðvitað líka ég held að Safran sé Volt hrikalega gott Safran Volt já fá það staðfest og K10 auðvitað virkur til mánaðamóta eða ekki? Jú, til mánaðamóta við þakkaðum kærlega fyrir komuna og velskum ykkur Já, auðvitað með kjúklingin svo þeir eru með fisk sko ég hef aldrei farið í fiskinn bara því að kjúklingurinn er það góður auðvitað stelst maður stundum í bökurnar þegar þannig vill til en taco og salat vefjur þeir eru með þetta allt þetta heill heimur á hotlustu en það komið að bestu deildinni ef við byrjum aðeins á henni ölliðin búin að leika 16 leiki við spyrjum við einfallega hvaða lið verður meistari þeir eru uppi í staðið mér fara að þóla að dreyma sko eðlilega ég skil það vel ég veit ekki, ég bara alveg heiðalur minn Víkingar ekki eins góður að hafa verið og það bara líka, þú veist, auðvitað er Sölnu fór mikinn hitta minnst að hann bara staði sig vel sko þú veist, hann kemur inn í hérna hann að fylla risastór fótspor frá Arnari Gunnlaugssyni sem bara tók hann að klúpa á annað level hversu oft sjáum við næsta mann og eftir svona þjálfara bara algjörlega feila en Sölvi er alls ekkert þar sko plus hann missir sko hérna Ara, Dejan Djuric og hérna Daði var ekki með já, en nei, hann var svo sem ekki en bara Aron Elís síðan í meðsli skilur Pablo bara svona er að skriða saman auðvitað færa hann Gylfa og það er búið að kaupa leikmenn og allt þetta, ég er ekki að segja það ég er bara að segja þannig að það var alltaf ákveðin svona spurningamerki yfir Víkingunum og mér finnst það bara staðið sig bara, þú veist, fínt Blikarnir, þeir náttúrulega eru hérna maður sér að það hérna þú veist, þeir stálu sér einhvern veginn undan nefinu öllum í fyrra bara með svona geggjum seinni hluta þannig að maður var að herra, þú veist, hversu góður eru þeir og aftur, má breytingar líka þar en það er einu sem bara það sem er gaman að segja þú veist, það eru þrjúli núna, algjörlega að fara að berast þetta það er engin leið að segja bara með einhverju vissu ég held að þeir vinda en eins og staðinu núna, þá líta Valsmenn best út vesen með Thomas Bent að samaskapi beri mjög mikla virðingu fyrir því að klúburinn bara leiða honum að fara og sér við höfum ekki gleyma því að Íslenska deildin er samt bara Íslenska deildin og það er erfitt að, þú veist, ef við höfum sagt bara nei, þú ferð ekki það hefði Thomas Bent hugsanlega ekki verið sama leikmann hann hefur verið þannig að hérna, það verður áhugavert en bara, þú veist, ég veit að setja þetta alltaf valins og stæðinu núna, klárt mál en þú veist, hvort sem væri Blikar eða Víkingar þú veist, það kemur núl óvart þetta er í rauninni bara, þetta er eitt af þessu veðmálum sem bara rosa erfitt að segja með einhverju vissu koma með einhver bilur raukfyrir vegna þess að það er alltaf þetta að segja sko NF Já, Valsar þetta kannski smá eins og Blikarnir í fyrra þetta er kannski aðeins og snemt að segja til það en þá 11 leikir eftir en kannski mér langar líka að spyrja Jói sko það stefnir allt í að þetta verði spennandi deild sko upp á þú veist með þessi 3 lið það verður bara um 4. Evrópusæti það verður bara um að komast í top 6 það verður við getum séð lið falla á einhverju metstigafjölda þetta er örugglega bara skemmtilegast deild sem ég sé allavega frá því að við frá því ég byrja að fylgjast með Algjörlega, ég held að hérna sko, bara þessi fallbarátta er náttúrulega bara ótrúleg þetta er í rauninni sko lið sem liggur við í sko 7. seti bara í bullandi fallbaráttu þú getur í rauninni verið bara Stjarnan kom Nei, bara ég segja sko, hugsanlega þannig að þú rétt slefir inn í Evra-playoffið best of the rest í því sem bara, herru, við föllum ekki það er málið sko og þeir verður þá bara verður bara í bullandi fallbaráttu þannig að það er alveg ótrúlega áhugavert og hérna ég meina, horfum bara á, þú veist líka KR þetta niðri Ía sem voru frábæri fyrra sömuleiðis við sjáum lið koma upp sem allir held að myndi bara vera fallbissu fóður þessari deild sem IBF búin að býta hressilega frá sér sökkva líka sko eins og með þetta vestra það var vondur leikur hjá þeim síðast umferð en samt sem áður bara ná frábærum úrslitum sterkan heimavöll afturölding mæta bara tilbúnir með kassan út bara góðir þú veist þið veitir töpuðu í gær 4-1 með Stjörnunni en voru betið aðeins hún lagði sig raukt sko þannig að hérna þessi deild er bara hún er eiginlega algjörlega snar biluð og búin að vera einhvern veginn bara martur tipparans
það sem að vera ári, það erfitt að segja til auðvitað eru þessu bestu 3 búin að skera sig frá þú veist eins og kannski var einhverju lítið viðbúið en hin liðin eru öll bara rosalega áþekk og svo gaman það þessu umferð að fara fram bara næsta umferð, maður veit bara einhvern veginn já, ég veit ekkert hvað er að gerast þarna þú veist, það er rosalega lítil vissa í rauninni sko, úrslitum leiksins þetta er rosalega random Já, klárt sko Káur og Blik skildu jöfn 1-1 og það blikkaði engin auga það var engin hiss á því Nei, ef einhvern tíma samt verið tækifæri til að Káur að vinna Blika þá hefði verið núna við erum alltaf að fara í stónu leika á móti Pósnan á morgun en sko, mér langar að spyrja líka sko, ástæðan verið að segja þetta með Stjörnuna þegar ég fór í liveskorið í gær og þegar afturrættingar var að vinna 1-0 í hálfleik þá var bara býtið og Stjörnan getur bara fallið þú veist, það geta eiginlega öll lið fyrir utan þessi top 3 en þá fallið sko hæglega fræðilega, bara ef þú fer á rosalega slemtur önn og hinliðin fara að líma saman einhverja sigra eins og er alltaf búið að gerast þetta er búið að vera þannig alltaf þegar maður heldur eitthvað lýsi að fara að taka á sig að verða eitthvað svona bara lélegasta liðið deildinni þá vinna það bara eitthvað 2 leiki maður er búin að hóta þessu með káa núna eða allt sumar svo vinna það eitthvað leiki svo bara sæna þér Birni Snæ en svo ekkert verið eðla og ég var einmitt í dokkum daginn og var að segja bara þú veist hvað er þetta líka þessu við og ég tók eitthvað svona eitthvað astronomical dæmi bara eitthvað þú sépaði bara í fyrra lið sem var bara einhverju mega ströggli þegar bara sæna Phil Foden bara hvað erum við fáum hann síðustu 6 mánuðar í tímabilinu þetta meikar ekkert sens þannig að þeir eru bara sterkir líta vel út fóru sem bara frábær úrslit í Evrópu það er engin lógík í þessari deild og hefur ekki verið en sem gerir það líka eins og að segja miklu skemmtilegur fyrir vikið og bara það ég pæli þessu að fara inn í þessa skiptingu núna og vera kannski bara með öll 6 liðin í hlutunum sem geta fallið og 3 lið sem getur Íslandsmeistari og hin 3 liðin að berjast 4. sæti í Örbjörnum þannig að þetta er bara mjög raunhæft að muni eiga sér stað núna þannig að haustið er bara ekki veist sko. Já, við erum spenntir Við erum það, en sko Sorry, þú tala um KR Ég var að hlusta á mækara minn í dag í þungaðutinni hann var að tala um sko, heyrðu til hamingju, þið voru ekki opnar hennar nýja aðstöðu, voru að setja eitthvað teppi á okkur völl á það og jú, það mætti 3000 manns, fengu 1 stig og en það er fallseti sko, þurfið þið ekki eins að fara að jartingi ykkur eða? Þetta er ekki minn þáttur en það er svo gaman að en ég held tekið þessu umræða líka daginn sko, ég veit þetta er í grunninn að vera að leggja plastmóttu með kurli en að sama skapi þá er þetta fyrsta skrefi vonandi af nokkuð mörgum hjá káringum í afstöðumálum Já. Vonandi, þú veist það hlýtur að vera og þeir eru náttúrulega með þú veist rosalega háleitar hugmyndir um það hvað þeir vilja gera og meira þess að líka þannig hugmyndir sem getur komið bara næsta stall í bara íslensku fótbolta en þess að KR í rauninni eins og eru núna þá eru þau bara ekki eins og umsvæð miklir og við erum að horfa það að þeir eru bara svolítið langt eftir á þessum stóru 3 þeir eru með geðveika þjálfara þá meina ég þá fallega máta góðu þjálfari stórkostlegu karakter Óskar Hafn ég er rauninni sko svo þakkláttur fyrir það að hann hafi ekki eins í þessu haugasundæmi þarna sko en þess að bestadildinni þarf hann sko og hann talar í fyrirsögnum og nú er hann að fara að kóta Teddy Roosevelt og allt þetta en að sama skapi þú veist þá er hann bara þú veist í fallsæti með þetta káalið en ég held að ástæðan fyrir þetta hafi verið svo mikið stemming fyrir þessu þetta var fólk sáherð er núna tröppugangurinn að KR að byrja aftur eftir rosalega mikla David langa tíma og maður finnur það á fullt af káringum sem eru þarna og það er svona einhvern veginn herðu þú veist og ef allt gengur upp hjá þeim knatthúsið, íbúðirnar í kringum völlin ég veit ekki hvað það sé þessar teikningar en þá eru þeir aftur konum að stað þá verður KR aftur veldi fjárhagslega og þú veist ég sé alltaf sko sterkt KR er gott fyrir bestuliðina þú veist það er alveg þannig að það er gott að hafa þessi stóru sögufrálið góð þú veist því sögðu ég vona að tapa til leikjum ég er að segja það og gaman að sjá 9 mynda við til Óskara sem hann raunir var alltaf alla og kemur sem eitthvað geggja kvót þetta er gaman að þessu ég verða að hrósa mínum manni Arnari Sveini sko, sem er kollegi Jóa sko, þegar hann talar þegar legg posta mann Breiðablik 7 en spiluð er góðan fótboll Já, Arnar Sveinn vinur minn, hann tekur aldrei nokkuð tíma neina að fanga Nei, við erum komið borð á honum Hann held þetta að vera AI Já, herðu, ég var með honum sko málið, við erum í grúpu og og höndið eitthvað setur þessa mynd inn í grúpuna voru Messenger og við allir svona ha, djöðlega geggja, ha og allir bara hlæja og svo kemur bara
djöfulli gervigreitin orðið biluð og þá kemur Höddi, nei, Arnar, þetta það og hann eitthvað, bara þú veist og ég held það líka þá vil það teka bara svona widescreen mynd af sjónvarpinu sínu, þetta frábært moment sko. Já, vel gert, Glacier. Já, Glazierinn, hann gerði þetta. Já. Það nettur kongur. Já, nei, ég meina, ég bara, kannski að helsta sem við tökum út úr þessu að við viljum sjá KR þrífast í bestildinni, ég held sem við allir saman það. Já, en þeir eru á vegferð og ég var búin að grínast þessu káringum, ég leiðist ekki að segja að þeir eru orðin svona project-klúbur. Já. Ég er mjög gaman að ræða það við káringa, en það er staklega gamla. Jói, hvaða lið... Ég ætla bara aðeins að bæta við, þú veist, við auðvitað býðum eftir Ölmusunni frá borginni og hún var helmingu á dögunum. Kannski að Valskýrurnar sá í sóma sinni því að... Valskýrurnar, hvað það að vera að dæla peningum ykkur? Nei, hvað heitir það í borginni? Kryddpíðurnar. Það er auðvitað að miskilja Valskýrurnar, tala kryddpíðurnar. Já, nei, við erum það búin að afgreiða það en... Hvaða lið mun enda í 4. sæti Valur verður bikarmeistari þannig að þeir náðu síðasta Evrópusætinu? Sko, ég var einhvern veginn búin að... Ég var alltaf búin að negla Stjörnunni þarna. Sammála. En, þú veist, ég held að framarinn alltaf gefa þeim bara alveg rönn á þetta. Já. Þú veist, við tölum þetta áðan, þú veist, ég sé ekki Stjörnun og Fram falla. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, það geta allir og horfa töfluna klálega. Þú veist, bara heilbrigð skynsemi. En ég segi þessi tölið finnst mér samt vera of góð til þess að fara þetta niður. Ég veit að það er búin að svolítið hita á jökli á Stjörnunni núna. Þannig að ég er sem er drullu góð leikmann innan hús. Hvaða lið ekki of góð til að fara niður? Þú veist, ég sé, eins og segi, og bara sorry fyrir alla vini mín í Eyjum, sko. En þú veist, ég held samt einhvern veginn að það er svona mesta falllyktin þar. Já. Þrátt vera lágir svona að vera að gegja starf. Þú veist, ég var að bíðast þér svona einhverju alvöru styrkingu í gluggunum frá þeim. Já. Til að taka þetta svona aðeins lengra. Kannski kemur það í lokin, ég veit það ekki. En hérna, mér finnst þeir vera svona líklegastir. Svo bara, þú veist, er hitlið. Það er bara aftur eins og segja hver Íslandsmeistari. Þú veist, ég bara veit það ekki. Skæin. Já, þú veist, ef ég ætti... At gunpoint. Já, nákvæmlega. At gunpoint og þú veist, maður væri með hérna í afsalaða húsin undir. Engin spurning. Þá var þetta í BF og Skæin, held að flestir myndu fara þangað. En það er samt engan veginn víst, sko. Nei. Þú veist, áður en að Vestri vann að leika á móti IVF, þá var ég bara, þeir eru bara líklegt að fara niður. Já. Þeir eru konur í eitthvað bikardæmi, það er búið að taka allan fókusin þeirra, en svo vinnaði þennan leik og maður bara, ok. Þeir er bara pínu safe ennþá. Já. En eins og segi, þetta er mjög erfitt að segja um þetta. Já, þetta er geðvigt. Sko, eitt sem ég langar líka að taka fyrir er sko, þú veist, við sjáum Jóhannes Kristi núna fara á reynslu í 3. deildina í Ítalíu og síðan mættur í 2. deildina í Danmörku og svo Ágúst Eðvald að koma á 3. deildina í Danmörku í bestu deildina hér. Á hvað leveli erum við, besta deild? Er besta deildin... Þetta er frábær spurning. Við erum alltaf verið að muna það, við erum bara hálf atvinnumanna deild og, þú veist, meðan við séum KM fyrst í stig, þá erum við bara rosalega lágt skoruð, þó að sé alltaf að batna, sannarlega. En við, þú veist, munið eftir að við vorum í þessu sko áður en að við sannarlega náðum að koma okkur upp úr því playoffinu og þá vorum við held ég bara einn af bottom deildunum San Marino við og Andorra eða eitthvað bara smáriki og þú veist, það er bara svolítið staðan þess að segja og ég vísa eftir því svona Thomas Bent þú getur oft bara erfitt að standa í vegi fyrir leikmönnum og Blikar voru fyrst til að gera þetta þeir seldu leikmenn oft bara no matter what þess ég fór ég bara að hugsa eru þeir í samningaviðræðum við liðin sko en þú veist, þá voru þeir það klálega en ég segja við næst að þeir náðu alltaf díl þannig að já, þú veist, deildin kannski level á deildinni er kannski ekki hérna í það hæsta en að samanskapi þá er skemmtarnagildi hátt og nú er sérstökum svona einstökum tíma þegar lítill fótbolta í gangi sem gerir hann áhuga saman fyrir eins og betting heim og annað slíkt sko þannig að hún fær meiri athygli en alla og ég veit ekki, ég meina þú veist við skulum ekki vera með eitthvað rosalega mikla minnumáttugengakartinni en að samaskapi þá þú veist bara að við erum hérna tæplega 400.000 manns að halda úti heil deild, þetta var að svipa á Coventry í Bretlandi væri að halda úti bara einhverju deild með fullt af klúbbum, þú veist, þannig að þetta er í rauninni líka bara svolítið einstakt að mörgu leiti, þannig að ég ber alveg ótrúlega mikla virðingu og var að vinna í þessu sjálfur á sínum tíma, hérna hjá bæði val og afturlendingu og menna, þetta er bara, þú veist bakbeinið í þessu eru fjárframlög, þegar ég var í þessu sérstaklega voru fjárframlög frá efnum einstaklingum og svo bara sjálfboðalega starf þú veist, annars myndi aldrei ganga á því leveli sem við gerum þetta þannig að hérna og bara vísa aftur í menn það var frábært viðtal hjá ykkur hérna í Bjarna Guðjónsson daginn
hann hefur farið alla 360 gráðurnar í hlutverkum og hann er alltaf stórkostlegur leikmaður, hann hefur verið aðstoðarþjálfari, þjálfari hjá okkar 2 liðum með það ekki, Fram og KR, aðstoðarþjálfari og svo framkvæmdastjóri. Þannig að hann hefur prófað þetta allt og ég hlustaði sko bara mjög vel á það viðtal og hérna og bara, og þess að segja, ég held að hann innsýn hafi verið mjög sönn, þetta er bara rosalega erfiður, þungur rekstur, það er mikið áskorunum, þú ert að fara í alls konar hlutverk, þú ert ekki góður fyrir neitt, þú ert að vinna í hlutfélagi sko, og alveg hafa það á hreinu. Þannig að hérna, þannig að sko fótboltinn í Íslandi er að standa sig mjög vel og þú veist, auðvitað er konferensdeildin hönnuð fyrir það að klúbbar eins og íslenski klúbbar komist þar að sko, en bara, þú veist, það er bara frábært suð fyrir okkur og víkingarnir stóðu sér fáránlega vel. Gunni Birgisvinur minn hafði talað það að Blikar þurftu að skríða svo víkingarnir getur gengið. Jú, passar. Þannig að hérna, og þú veist, kannski var það raunin, þú veist, núna kunnum við þetta betur. Næsta lið sem fer inn í þetta, munum þeir bara komast ennþá lengra. Þetta var frábær samantækt, ég var búin að líta mér í dag og eftir spurningar er hún stór. Þetta er besta deild í heimi. Það er eitt samt sem ég verð að segja sem er svona smálast á bestdeildina sem að því hann talar að það eru fáar deildir að spila á smástíma og ég er alveg sammála því og Heimir Guðjóns talaði við viðtal eftir valsleikin þetta er skrítið að bæði F og KR spila einhverja 2-3 leiki í júlí þegar það er basically einu mánu í Íslandi það sem er ágætis veður sko. Ég er bara sammála honum. Þetta er sko þetta hérna hægagangur í júlí. Núna ef Arnarsson er hérna þá er hann eitthvað að koma eitthvað Sumarfrí. Já, eitthvað svona dæmi en hérna sko þegar vellirnir eru eitthvað bestir veðrið oftast nær þokkalegt hérna og þetta menna, ég vil alveg spila sko og er alveg sammála því en það er kannski, þú veist, það er að taka aðra þættin þá sem eru þá sumarfrí og mæting á völlin og allt þetta en þá kom bara líka alveg bara þá sögðu káringa bara hold my beer bara hérna og hrúðu 3000 manni svona völlin og síðast þannig að ég er alveg til í að Birkir mótastjóri myndi hérna setja fleiri leiki því þú sér það bara eins og í Noregi þá er bara norska taflan skrýtin því að Bótu er alltaf bara með einhverja 5 leiki færri en hinn liðina því í Evrópu mögulega hafa bara þannig, þá verður bara minni liðin að keppa og bara verður meira álag á hinnum en við leysum þetta ekki hér kannski Nei Rósi Hnappagatti á Frey sem að standa sig vel í enn eitt skiptið gaman að fylgjast með Brann að selja menn á métfé hingað og þangað og gengur samt vel reynda raskjæltur í Champa líka en á móti geðveiku liði þannig kosti 1-0 en hver finnst þér hafa verið besti leikmaður mótsins hingað til Jói? Í bestunni? Já, í bestunni Þú veist, það er erfitt að segja bara ekki Patrik Þú veist, hann er alltaf bara einhvern veginn það er útvöld með hann gæja að hann er einhvern veginn hérna þegar hann kemur eitthvað fyrst þá er hann hérna á láni svo sæna Valur hann þá er ég mitt hérna þá er ég að vinna þar og það var allt öðruvísi leikmaður en í dag núna er hann sko hérna þá var hann þú veist svona kvikari og aðeins öðruvísi en þess núna er þetta með svona bæta við vopnabúri hjá sér bara svona ótrúlega gott hold-up play og þessu fyrstu sem getur miklu meira snúið eins og hann var ekkert endilega að gera þetta fyrir nokkrum árið síðan bara, og hann var alveg búin að vera svona fyrir 2 ár búin að vera í brasi með heilsun á sér ekkert bara, hann er bara núna eins og hann sé bara sko 5 árum yngri þannig að það er erfitt að horfa fram hjá honum fleiri góðir, þú veist hérna Sorry, bara með Patrik, heldur hann slá ekki bara marka metið sko 19 mörk semst í 25 leikir í 25 leikir, það er bara þú veist hann þarf að 5-6 eða eitthvað góð sjens á því hann er alltaf hún sagði nú sko, ég líki jinxa mig hérna sko hann er búin að fara tæpur út af þessu 2 leikjum og ég veit að sko vera nörsan rosalega milli leikja sko og stýra álæðin á honum en ég veist það er erfitt að horfa fram hjá Patrik fleiri góðir sko hérna sko maður sjá þetta er rosalega þú veist bara fyrir mig þessi bestu lið besti blikin mér finnst að það hafa verið sko að Valgir og frábær hann er svona komið tilbaka og hann ætla sér aftur út held ég bara þú veist, hann er með þannig frammeðstöður það með þess að nýju stöðu sína rosalega vel og ég held að Dóri sé að nota rosalega vel líka hann elskar þetta hlutverk sem hann er í Víkingarnir þú veist, það er svona einhvern veginn mist svona framlægi á þeim rosalega jafnt yfir þessi erfitt að þú veist, mist Daniel Hafsteinsson alltaf skila sínu á miðunni þeim, þú veist, hann hundu oft bara á bekknum Eru þið valsar ekki skemmtilegandi í dag að selja kilvu það? Jú, þú veist, hérna það er allan ekki þannig að það er eitthvað stórsest á liðinu og það var eins og að ég var með mynd að ræða þetta þegar hann fór á sínum tíma að sko,
Valur þarf ekki að kaupa leikmann í staðin fyrir Gylfa Nei. og þeir eru leikmann í þessu stöðum sem voru fyrir bæði Kitty Freyr og Aron Jó sem geta bara slottað þessu stöðu og það var í rauninni og Kitty Freyr bara tekur bara skarið og var frábær í sumar þannig að hérna en auðvitað Gylfi alltaf bara, þú veist, við erum svo ekki gleyma því að veist, koma Gylfa í Val í fyrra var rosaleg áhugin kringum þetta og allt saman og ég fór á einhvern æfingaleik sem hann var að spila og það var bara 1000 manns eða eitthvað ég var næstu búin að kaupa ársmiða sko. Þannig að þú veist auðvitað var þetta og hann hérna síðan fannst þetta eitthvað aðeins súrna og vildi sjá eitthvað aðeins öðruvísi menn það gerist skiluru og hann vildi bara fara í Víking og lókum bara gerðu mjög góð díll það þannig að ég myndi ekki taka tilbaka nei, þú veist, því hann er svona bara, þú veist, hann er ennþá eftir að setja sitt mark á þetta Víkingslið engin spurning og ég held að hans er fyrsti maður sjálf til að segja það alveg áttur rispur, en eins og segir, eftir að taka þetta alveg yfir sko. Já, ég er sammálað því, hann á eitthvað inni Eru að gleyma einhverjum í upptalningunum bestur? Nei, kannski einhver í Þú veist, Eiður Aron, búin að vera frábær hjá Vestra þú veist, hérna í vörninni sérstaklega framan af þá var hann ef þið spurt mig kannski fyrir svona 6 vikur síðan mögulega bara sagt hann sko að þú veist hann var alltaf að fá þessi mark þannig að hérna svo þess að segja með stjörnuna og þess að leik bara fara einhvern leðin sko en ég er bara samanlega Eiður Gauti búin að vera mjög góður en kannski ekki bestur varlega komum á blað hana en það er alltaf gaman að hóra Aron sig spila fótbolta hann er þetta geðvikur það er bara leið að mynda löppina það er bara maður býst bara við þetta það er ótrúlur við erum komnir í ég er ekki betra liði líka sko. Herriði, við ætlum að færa okkur úr þessu við ætlum að færa til Englands við ætlum að færa okkur til Englands og það er Premier League í bóði ON Orka Náttúrunnar það er auðvitað þannig að þeir eru konið með hlæstustöðar í sjóbúðinni í Hvammsvík djöðlega það geðvegt þeir eru koma víða við og það gæti alveg verið vesen að orða að leggjast á bænum skilu ert með tæpa hlæðslu neini stingunum samband, nýtur lífs já, 422 kilowat eru tengin sko þannig að þetta er hraðhlæðsla sko I like that en við ætlum að fá topp 6 spá frá þér fyrir tímabilið sem er núna framundan og þannig að kemur kannski heimanun inn já, topp 6 verður við ekki að stjórnumerkja með hvernig ef að gera ráð fyrir einhverju félagskiptum eða bara svona dagurinn í dag eða hvernig ætla að gera þetta Jói? Já, eða þú veist, ég tók þetta bara eins og liðin lít út núna og það getur auðvitað hérna Ertu með Ísak í Liverpool sem dæmi? Ég gerir ráð fyrir það að því leiti þá er ég með Liverpool fyrst þegar það er gert vel auðvitað hafa það líka mist eins og Trent og svona en hérna þeir eru bara þeir eru bara síðir inn á markaðinn og eru bara að hnikla vöðana og maður beið eftir þessu, það gerist ekkert hjá mig fyrra þeir bara biðu og hérna ég var alltaf haft sko tilfinningu fyrir Liverpool að þeir hreyfa eins á markanum fyrir hluti sem þeir virkilega vilja og alltaf eins og þeir, maður gleymir svo sko, þeir buðu 115 líka í Moses Caicedo þegar fyrir Chelsea þannig að þú veist, þá voru þeir ekkert búin að gera rosa mikið en samt bara, við erum tilbúin að bjóða þetta 115 líka bara fóru þú veist, settu bara alvöru tilbúð á borðið þannig að það er ekki eftir svona þeir eru haft peningana en þeir eru einhvern veginn sem ég ber virðingu fyrir þó að færi mér nú ekkert rosalega vel að tala allt og að þeir eru klókir hvað það var, þeir fara ekki og kaupa bara leikmenn að því bara Átti Klopp eitthvað svona glugga eins og við erum að sjá núna? Hann átti náttúrulega þegar þeir taka Van Dijk og Alisson, er ég að bylla núna? Nei, þeir taka náttúrulega Van Dijk um hérna í janúar og loka því og svo Alisson sumarið og gera það vel, ég meina hann keypti samt skulur Darwin Núñez á fullta pengum þú veist, sælla minninga þannig að hann alveg, fekk svo sem líka alveg að brenna aðeins þú veist, Fabinho var ekki ókipis heldur á sínum tíma En við höfum ekki séð þetta frá Liverpool Nei, það eru aldrei, en þeir náttúrulega maður glemma þeir náttúrulega bara nulluði fyrra og söfnuðu bara í svona stríðskistu sem eru að opna núna og auðvitað eru líka að selja móti þú veist, þeir losa stóran launateka í Trent og fá 10 milljónir eru svo að taka Luis Díaz núna, muni Sara Halvi Elliot og eru, þú veist, alltaf hann kemur eitthvað mótaðan líka þeir eru fyrst þetta og ég meina, þessi titill einhvern veginn, þeir voru það bestir í fyrra með að mér finnst betra lið, sérstaklega ef Ísak kemur ef við gerum ráð fyrir því þá er þetta bara, wow þá maður bara, er þetta orðið bara dálítið skeri virkilega þá bara öflugt lið
þá einhvern veginn sko líka einhvern veginn búið að ef Sala ætla að fara að hægja á sér og það annar gæi þarna sem líklega eitt besti frammeri deildarinnar, ef ekki svo besti fyrir utan Haaland sem bara hörku góður. Þannig að ég set þá í efsta bara svona að einhvern veginn fenginni reynslu að þá ég set sitt í annarsæti. Já, ok, ég held að við varum alltaf með Arsenal-liður. Nei, ég set sitt í annarsæti þannig að ég einhvern veginn sko ég var næstum búin að setja fyrst af henni sem bara neita að trúa að Pep ætti ekki að vinna þetta störu röð. Nei, samanlega. Það náttúrulega bara, maður gleymir að stærsti leikmaðurinn í City Pep. Já. En hann eins og að smiða mitt lið á mörguleiti og það eins og gæinn sem frá Lýra, Ryan Serki, ég beð eftir að sjá hann. Hvað lítur vel út. Já, þannig að ég höndunum á Pep einhvern veginn, hvernig hann mun molda hann inn, auðvitað Kevin De Bruyne náttúrulega farinn, það eru líka breytingar þarna. Það Hazard jafnvægi á þessum guður sko. Það málið, hann mjög spennandi hann svona lítill nakkur einhvern veginn þeir fá Rodri aftur gleymist, og þið spiluðu Ánarsel allt síðast tíðanbill og í rauninni bara Ballon d'Or vinner þannig að ég með þarna og kannski verður þetta bara mjög close á millis að það ekki að leiða ég set mína mér í þriðasæti. Já, vel gert. Sjálfsögð. Mér finnst það bara líta mjög út. Kóngarnir í dag. Heimsmeistarar. Og þú veist, þá mér finnst þetta bætast við og þú veist, ég bara ef Xavi Simons dettur yfir línuna. Já. Er það í... Jú, það í pípunum. Það rosalegt. Og Sjöral Hato líka, ungi strákurinn frá Ajax, Blur, sem sko fyrirlið þess liðs 19 ára, getur þá verið í rauninni svona annarkvæmt köfur af vinstri bakvörðinn þegar Kukureya þarf að hvíla sig og eða Hafsend. Mestmengni Sjöral bara að byrja með svona eitthvað backup fyrir Kukureya en plúsa náttúrulega bara ungi strákurinn Stavio, kemur inn í þetta. Við erum með Jimmy Gittens sem kemur frá Dortmund, auðvitað líka breytingar, þú veist Matu ekki að fara inn, það er mikið spurningamerki með Jackson, en Kunku fyrir pottet. Andri Santos, hvað gerum við hann? Hann verður bara áfram held ég, ég vona innilega, hann sko einhvern veginn hann sér hann sem backup fyrir Enzo Fernandez, en svo gaman að sjá hann fekk stóra pröfu í Club World Cup í áttalögstunum og frábær og bara mjög góður í þeim leik, þannig að Jói veikur til sem maður sko. Fáru veikur sko. Ég vona að verði, já maður er alveg bara lífið fyrir þetta maður. Andri Santos, já, þeir eru veikar en ég sko. Hann var frábær í Strasbourg, síðast einnig láni. Ég set síðan mína menn í Arsenal í 4. sæti, þeir þekk ekkert annars sæti upp á sikastið en 4. sæti var nú titill hjá þeim árum áður. Já, einmitt, þeir farið vengarsætið og þú veist, ég skal alveg viðurkenna að þetta getur verið einhver hreyfing á þessum liðum, þú veist, og með fyrirvara, þú veist 24, eða 30 ég held að Liverpool er svolítið þeirra að tappa einhvern veginn, en aftur, þú veist, ef maður fer að tala City-liðið, að þá einhvern veginn bara, já, ok þú veist, ef Haaland verður aftur eins og Haaland ef Rodri kemur á fullum kraftin í þetta þessi Ryan Serki verður góður þeir keipa Nóri hjá Wolves sem eru hörku öflugum vinstri sem leysa þá stöðu hjá þeim ef Ruben Díaz ákveður að vera aftur skrimsli sem hann kann að vera þú veist, þá einhvern veginn sem að bara City verða bara, þú veist, þarna alveg ekkert lampa að leika sig við en Arsenal, þú veist, veltum mikið á því þessi strákur, sænski, Viktor Gyökeres hann að fara að verða, þú veist, hann að fara að vera 20 marka maður þá er það bara bullandi sens þá er það bara bullandi sens og þú veist en aftur, ég meina, einu meðsli hjá Declan Rice þarna geta bara sett í algjört vesinn hjá þeim þeir eru illa við að spila á hann Ödegaard og svo var hann ekkert sami leikmann þannig að hann kom tilbaka til meðslin þannig að það er bara svo oft þessi litli þættir sem skipta svo ótrúlega miklu máli í þessu Já, ég er bara sammála, þetta búið að vera faglegt hjá honum og ég er sammála þessu. Talandi þess að litlu þætti sko, að því að við tölum City sem að get ekki lent í öðru sæti 2 ára og þá sérstaklega Pep Guardiola. Maður horfir Pep Guardiola. Það seti verið 3 núna. Já, 3. sæti. Ég seti City í 2. sæti. Nei, ég er að segja voru ekki öðru sæti 2 ára. Já, City voru ekki öðru sæti í fyrra, en þeir unnu ekki titilinn, meina ég. Rétt, já. Og lentu þetta í meiðslavandræðum á miðsvæðinu mistu besta leikmann heims nýkjörinn. Og einhverjar þetta var ekki áfallalaust en sko, svo hitt í þessu Pep Guardiola þetta líka bara í vesinu utanvallar og þú veist, og fyrir gæja sem er jafn all-in og hann það er gæja sem lifi bara fyrir fótbolta og maður er fyrir heita út þessi líka hann sé svona óreiðu kall sko það er að segja, þú veist, hann þarf einhvern meðsinn sem sér struktúrun og hann er bara einhvern veginn í tilfinningunum og hann er á sem skilnaðar aldrei já, svo er hann á sem skilnaðar aldrei en þú veist, það er þetta litla og það sem gerðist líka á tímabilinu var að við vorum að tella upp þessar leikmenn sko,
City auðvitað með valinn mann í hverju rúmi og allt í hennu var datt sjarmin af þeim eða þú veist, þetta voru ekki lengur sömu stjörnur og maður þessi og það er bara það sem breytist er bara, það er eitthvað lítið og svo mæta þær aftur og næstur og bara Ruben Díaz bestur leikmaður í heimi, Haaland aftur bestur í heimi Rodri kemur aftur inn en sko, það má bara svo lítið út að bregða því ég var oft velt sér fyrir mig eins og með Chelsea sem að, við kaupum hvern 100 milljóna punda leikmann að fætur öðrum og svo mæta hann í bláu treyjuna og það er bara, hvað er þessi framverji að gera þarna, þú skilur, hann er ömurlegur í fótbolta. Já, þetta er svo fyndið sko að það er oft bara þetta dæmi að það er ekkert langt síðan voru að spila síðustu leiki og það var frekar þungt, en svo kemur nýtt tíðanbil og þetta er svolítið eins og svona, þetta er svona eins og gamla skóld, þið tekst einhvern veginn ídókn sem má reset-taka og það er svo magnað, hvað þessi litli þáttu bara, herru, nú bara förum við burtu hérna í einhverjar 4-5 vikur og hérna svo bara, herru, nú bara hreint borð, nú bara byrja upp á nýtt hvort það City tekst að gera það núna og bara taka, fyrir þetta er svona pínu City 2.0 núna hjá Pep, sko hann er búin að gera mikið, hann tók líka nokkra leikmenn inn hérna í janúar Nico González og hann Kuzmanov hann gæjan, allt þetta þannig að þú veist, þeir eru ennþá smá spurningmerki en þessi stjóri er bara svo magnaður og einhvern veginn tekst honum alltaf að finna einhverja leiðir þeir voru náttúrulega í svona smá svona krísu fyrir ég man eftir þessi munni þegar Haaland klúraði víti var ekki búin að skora í einhvern 5 leikjum í röð þú veist, þetta var bara svona eitthvað óhugsandi dæmi fyrir bara og maður var að selja hann í fantasy frá því að hann bara lappaði inn í þessa deild þannig að sko ef þeir fá bara þetta dæmi sem heitir sjálfströst aftur og þetta swag sem þú varst að tala þá er þetta lið bara ósigrandi af því þeir eru sannarlega með leikmennar til þess og Chelsea það ertu bara að horfa á að mér finnst bara svona project sem er hægt og bítandi að svona herðu, ok, það var kannski ekki að plana það sem mér lúkkaði sko ekki til að byrja með og var líka alveg þegar vorum að lappin hann að kúlu Bali og svo það skilur þá var þetta bara tíminn var hræðilegur já, þá var þetta rosalega kaotíst en svo líka, það er svona líka svo mikið menn eru svo djarfir bara eitthvað, já, við seljum bara mat og ekki við erum ekkert þess að gráða því að hann gæti sprungið út í Arsenal og þetta, bara við keyptum hann á hvað, 28 eða hvað það var, já, 30 mann ekki og já, við ætlum að selja hann á 52 og það er bara good business og við endur fjárfestum þeim peningum bara í liðið og menn eru bara að horfa á þetta bara lágkalt það er cool sammála því og allt í einu verið svona liðið bara að vera á hérna svona, þú veist, auðvitað er enginn átt að vona því að það Cole Palmer var keyptur að verður bara að kaupa eitthvað gæja sem væri bara world class bara eitthvað nákvæmlega, væri bara að fara að vera sko já, bara góðsannarkenndur leikmaður það bara átti maður ekki von á en hann er líka svona eitthvað smá svona, þú veist ég veit ekki hvað maður kalla það heppni eitthvað en þú veist, það er ótrúlega dæmi þannig að já, mér líður einhvern veginn svo að það sé svona, það er svona þú veist, það er engin óvöðuski núna yfir Chelsea Nei, sammála þú veist, núna er þetta bara meira svona, herri, þú veist, það er lið sem er að fara upp ekki niður brekkuna og við eigum Múdrik inni já, hann er alveg að losna talaðu kaotíkina sko, ég verð líka að hrósa Enzo Maresca, af því að ég hafði enga trú á þessar ráðningu til að byrja með og mér fannst þannig, sko, ég er náttúrulega gamli skólinn, ég vill bara Mourinho og Ancelotti ég fíla ekki eins og Tuchel, sko, ég vill bara svona gamla skólan, sko, fíla hann að gæja ekki en sá er búin að sokka með hann já, ég fíla hann í botn, sko Nei, og ég meina, það var bara tímabili sem að var jável að velja losna við hann, bara þegar þetta vorum í rosalega vondum álum hann í febrúar og mars hann byrjaði rosalega vel, tók margar það sem hann gerði vel fyrir árið síðan, hann tók við hann bara, herru, ég ætla ekki að vera með 37 mannaðingu það er 25 hópur og hann tók bara risa ákvarðinni, herru, Sterling þú mátt bara, þú verður ekki hérna Chilwell, vara fyrir liðið liðsins og hann bara tók rosalega erfiðar ákvarðinni strax sem svona ákveð svona leadership dæmi hjá hann það var mikið hægt að gera svo var hann þrjóskur, en mér finnst þess að hann hafi líka aðeins í þessum vonda kafla sem hann fór í líka svona farið í gegnum svona smá endurnýjun sjálfur með því að bara breyta aðeins liðinu vera með aðeins öðru struktúr, ekki vera svona rosalega á þessa einu taktík sem hann var alltaf að nota hann til að byrja með sem svo hætti hún að virka þá bara einhvern veginn hrunda svolítið og hérna, ég sammálaðir hann er, þú veist, bara virkilega öryggur núna þarna og maður er bara spenntur að sjá hvernig hann þróa liðið áfram en það er eitthvað sem er óörugt starf þá að þjálfa Chelsea en sko Todd Bowley hann er búin, talað nýju D-skák hann er búin að vera kukka hann sá þetta allt fyrir hann er sigurveri, hann er stóri sigurveri hann og Ekbali sem er eigandinn á Clear Lake já, það er hérna þeir voru með planið og það var stórt fyrir þess að gæja að vinna Club World Cup en það ekki það var huge það var líka alveg summa í Bandaríkjunum og allt, já, og á það var bara huge fyrir þeirra project
að geta sagt þegar við erum búin að gera þetta hérna núna á sviði með PSG sem eru það bara Real PSG í úrslitaleiknum var náttúrulega líka bara það var draumurinn sko. Já, við unnum það ekki, við bara bögguðum sko. Besti leikur sem ég sé Chelsea spila bara í bara háa herrastíð. Já. Maður var líka búin að vera svo lítill í aðdraganda leiksins það var allir að spyrja hvernig fer þetta eftir? Ég held bara 5-0 PSG Já, bara búin að vera pínu lítill sko. 5. sæti, jú. Já, 5. sæti, við glindum okkur svona hérna sem er enda tjampasæti líka Sorry, ég ætla áðurinn fyrir mig 5. sæti við erum í transferstefnur í leiðana og við tölum hvernig Chelsea hefur bakkað sína stefnu og verið óhræddi við til dæmis að selja Noni Madueke hérna á 52 láta hann bara fara Það er einhver að hlæja okkur hvað erum að tala mikið um Noni Madueke sko, Já, þetta máli vera smá nörd fyrst ef við erum nú 3 einu Chelsea myndir saman komnir hérna í þátt það gerist nú ekki oft en sko já, Noni Madueke svo eru með Kai Havertz og ef við ræðum að þessi innkaupastefnu í Arsenal sem hefur líka staðið bara fastir á sínu þrátt við hvert áfallega fætir öðrum við getum líka að fara lengst aftur í svör við getum ekki William Gallas taka David Lewis, Peter Cech Jorginho þetta Oliver Giroud þetta er endalus þetta er sagan endalus en Sýru var öfugt hann fór bá Sýru fóttil okkar og sem bara stóð sér vel en sko það var nú við hefum alltaf fengið því Sýru stóð sér frábærlega fyrir Chelsea og hérna svo tókum við hérna þú myndist að William Gallas og einhver Ashley Cole sem endaði bara lettist þeirri leikmann fyrir klúbbein en það svo fyndið sko hérna svo líka rúlaði William kallinn hann inn á feitu samningi og mætti yfir þingdi eftir pre-season bara fettu brassi og bara þannig að þetta er einhvern veginn þeir eru ekki farnast vel að kaupa leikmann Chelsea Sterling-lánið þetta er alltaf bara þetta er allt jafn galið sko. Það var alveg galið einmitt það maður skildi ekkert í því öllu saman en svo fekk hann heldur eiginlega að spila og þegar að spila hann var svo mikið að sanna sig þá var þetta þingað en það er rétt sko ég var hérna var að jóka sko var eitthvað að segja eitthvað sko að vera skammast í Chelsea fyrir að vera að selja sjá Felix og svona mikið pening til sátana sátarnir þessi frægi sjóður sem eru með hann fjárfestir í fjárfestingarsjóðum Clerling en þeir eru náttúrulega að spreða peningum allt og þetta er bara verið góði sjóður sem Clerling er með 35 milljónir, þetta var ekkert svakalega upphæð Já sko ég held með þess að bara garantíaði 25 milljónir og svo er restin í einhverjum svona klásúlum en allavega það sem á að rannsaka er akkur Arsenal er alltaf að kaupa leikmann það er það sem á að rannsaka Grímsson ég get ekki útskipt það neitt það er rannsóknar það er svakalegt en fyrir ekki 5. sæti ég er með Aston Villa ok þeir eru ekki búin að kaupa neitt nei en hérna eru með opbosla hæfan þjálfara keyptu mikið í janúar síðastlinum vissulega missa Rashford og Asensio sem voru í lánstæminu þeirra en hérna það verður ekki þessi opboslega þunga pressa á þeim sem var í Champions League í fyrra Champions League bara einhvern veginn tók þá svolítið yfir og hann Unai Emery er bara ennþá að drilla og þeir spila frábæran fótbolta vissulega, þú veist, ég held og þannig er ég að gera ráð fyrir að þeir munu eitthvað styrkis á markanum þeir eru að fara að láta sjá, þú veist, þeir eru að næstu skref hjá Morgan Rodgers ef þeir halda Ollie Watkins hugsanlega ef hann færi myndinu aðeins endurskoða þetta en þeir hérna mér finnst bara að þeir spila frábæran fótbolta með geggjaðan þjálfara og hann á þetta lið með húð og hári Unai Emery þannig að ég er með það í 5. 5. sæti, er það alltaf Champions League sæti núna? Sorry, ég er að spyrja það nú er ég ekki viss hérna, ég held það okay. ég, sko, en það mun hugsanlega sko, þessi konfestistík mun eitthvað hreyfast en í England var bara það ofarlega í þessu sko. Okay. ég held að mun ekki hreyfast neitt en hérna 7. sætið þar set ég aumingi United-mennina Já, þú þurfti nú að gefa þeim smá Ég gefa þeim smá Þetta er hérna þeir eru tveir mjög góða leikmenn sem eru að kaupa í Kunja og Mbeumo tala ekki með ná að laumin einum center Sesko og jafnvel markmanni og ég vona, þeir megi ekki fá markmanni ég vona svo mikið á Nana þeir eru búin að vera hérna, þú veist, sko það er náttúrulega sko, við munum skrifa bækur þetta en þetta er eitt ríkasta félagi heimi með eitt svona mesta sko, bara publicity og allt þetta hvað þeir eru búin að undirperforma síðan að kallinn fór Ferguson, þetta er galið sko þetta er svo lélegt, það er svo mikið til þú veist, bara efniviðurinn hérna í klúbnum er svo mikið til staðar þá er ég bara að tala um tekjurnar og infrastruktúrinn og bara hvað þetta er stórt og mikið batteri og þeir eru bara alveg búin að vera og þetta náði svo opbóðslegum botni núna síðast þeir voru í þessum ömurlegu sætum þegar maður held þetta gæti ekki farið neðar þá bara toppaði þessi Já og svo buður upp á hann úrstæðleika mútið Tottenham með Europatildina sem átti að vera það sem átti að retta þeim út úr þessu en Kunja er frábær Mbeumo er ótrúlega segur
og ég segi, kannski 1-2 leikmenn viðbót og þá, þú veist, ég veit ekki með Amorim, ég veit ekki hvort það sé DNA á þessum klúbb að spila þetta kerfi. Nei. Það verður áhugavert. En sko, þú talar um Kunja og Mbuemo, geðu ekki leikmenn allt, skilur, en ég meina, Sancho var líka geðu ekki leikmenn, þeir bara ná að gera alla leikmenn nema kannski Bruno Fernandes. Sancho var þetta ekki geggjaður leikmann, hann var í lægð þeirra í kiftan, minni mig, sko. Já, það var samt alveg stórt þeirra fengan, sko. Tók hann á risa peningur á Dortmund, sko. Alveg opbóðslega, en þú veist, það var bara, þú veist, Sancho var líka byrjar að vera smá pjesi, sko, í Dortmund. Já, hann var það nefnilega, sko. Mætti bara alltaf seint æfingar og leikmannaliðsfundi og eitthvað svona, sko. Ég elska hann að gaurindar, sko. Já, ég fíla hann, sko. Ég hef mjög gaman að honum. Og sérstaklega líka þú voru með hann á láni frá þeim og það var staðið svo allir lægi, ég hef mjög gaman að því. Það var smá rimmur mitt okkur Hjörvar sem hann, sko. En sko, United, þú veist, það þarf alveg meira til, þess vegna þú veist, 7. sæti ekkert frábært, sko. Þeir tæki því samtalið, held. Já, þú veist, þetta er bara svo mikill, þetta er alltaf rosalegu, sko, þetta framför. Já. En málið líka, sem er faktorinn í þetta, þeir eru ekki neitt í Evrópu. Nei. Þannig að Amorim kallinn minn hafa nógan tíma að einhver sagði að drilla. Og undirbúa liðið sitt, það sem hann gerði líka vel og það var að gefa honum það, hann bara herðu, ef þú ætlar ekki að spila fyrir mig og spila algjör liðsmaður, þá bara út. Já, það er rétt. Og það er Garnacho, Sancho og Rashford. Þannig að hann er að reyna að búa til einhverja öfluga liðseld og hver veit að takist hjá hann. Svo er Antoni inni. Hann er einn af þessu góri sem fær ekki að mæta aðeingar. Ég hef mjög, sko ég var að tala um að KR með líður vel þegar þeim gengur illa, en mér líður rosalega vel þegar United gengur illa. Já, sammála því, það er að gera eitthvað fyrir mann. Ég held að sé nú líka því að þeir eru nú búin að tróða sér öll aðverð með United menn, sko. Það er gaman að þeir gengur illa á þeim. Já. Það lýsir samt líka ástæðinu, sko, Þeir var að byrja að tegja sig helviti langt þegar hann var að reyna að gera gott úr árangri United á þessu tímabili. Já, og hann er einsmanns í her í því þegar með þess að minn maður Siggi Bond er farin að hættir að horfa þegar hann er farin að leggja niður vopnin, sko, þá er ekki mikið eftir að þessu. En þeir það er náttúrulega gríðarlega margir United-menn úti, þess vegna er gaman að hlakkast í þeim ef í Þórðargleðin er rík. Já, en þú veist, en líka bara það lýsir ófremdar ástandinu að það sé ekki fleiri United menn að kalla eftir höfulegðinu á Amorim er raunber vitni, sko. Þetta er viðurkenna bara ástandið, sko. Já, einmitt, það er bara þeir eru búin að sjá að það er ekki vandamál. Nei, það er bara eitthvað annað, sko. Það er bara eitthvað mikið. Svo hrættir við held ég, sko, enn eitt rístartið, tölum við það og eftir þetta Ten Hag dæmi og En er þetta ekki bara sama Tottenham hugsaði, bara herri byrju, við erum með Conte, við erum með Mourinho, við erum með Pochettino, mögulega er þetta eitthvað annað, skilur? Jú. Og klálega, ég held að eigendarnir þeirra sem voru skelfilegir, gleysirarnir og Radcliffe-kallinn er að reyna að snúa þessu við. Þannig að það er svona hægt og bítandi að eignast klúbbinn meira og meira, sko, á þessum díl sem þeir gerðu. Ég held alveg að hann sé að með hann Omar Berrada að taka þetta hressilega til. Og þú veist, en viðtalið sem hann tók á sínum tíma, hann ekki nákvæmlega hvað var, þetta var langt viðtal, hann fór í nokkur. Og þú veist, hann talaði rosalega raunsætt. Hann sagði bara, klúbburinn er bara herru nei, við erum búin að injekta eins miklu peningum, við getum í klúbbin núna og hann er samt að vera bensulaus. Og það var að meina bara þegar ekstra kostnaður og þungur launin er svo há og samt eru all mittir og leikmenn sem stærstu launum eru annar staðar og við erum samt að borga fyrir þá, hann var bara brjálaður. Og þetta er gæð og svo er fólk að skammast í honum fyrir að reka fólk hérna á svoleiðis og vera mjög kaldur. Þetta er bara businessmaður. Og hann bara lappar hann inn, bara herru, hvað eru þið að gera? Og bara erum að sjá árangunum klubnum undanfærin 10 ár frá því að kallinn gekk út eða meira, hvað 13 ára núna eða eitthvað, bara, þú veist við þurfum bara heldur betur, þú veist, og hann er að fara að spóla í gegnum þetta, þú veist, hann ætlar ekki að taka arð út úr félaginu eins og Glazer það má gera, hann ætlar að endur fyrir svona þeim peningum sem raunverulega koma inn í klúbbin, bara í klúbbin sjálfan, hann ætlar að reyna að byggja nýjan völl, en þú veist, þetta er rosaleg, hann þarf alveg bara að hafa fyrir þessu og hann er að bara mæta þessum bara mjög harðri nálgun. Og ég meina sem gaurinn sem Gary Neville og svona eru fúlir yfir því að reka eitthvað fólkan og svo leiðis, auðvitað það kvalaföld aðgerð, en hann bara horfir öðrum augum á þetta, hann horfir bara á árangurinn og vellinum og bara það þarf að breyta hérna kúltunum og ég fíla það alveg. Já, ég harður. Ef einhver hlustandi er hérna frá Vopnafirði, þeim er pingan, við erum tilefónið þáttinn. Þarna talað um arð úr félaginu, Todd Bowley, er hann að græða á Chelsea-brottiðinu eins og staðan er í dag, heldur þú? Þeir munu græða á því og þetta var nú bara í viðskipta kynningunni sem þeir gerðu þegar þeir voru að kaupa þetta með Clearlake. Todd Bowley á mjög lítinn hluti til þessi, minni hluti eigandi. Það er Clearlake Capital sem á stóra hlutin í þessu, sem er hann Ekbali kallinn sem er rosalegur náungi, hann er þannig að sé slagveit gæja hérna hjá
Benfica þegar þeir voru að kaupa Enzo Fernandes við vorum alltaf að hækka verð með hann það rosalegt sko. en hérna maður horfur á eina mynd af þeim gæja og þú ser bara nákvæmlega þetta eitthvað sem ég ætla ekki að messa neitt í sko. Okay. Þannig að fyrir hlustendur þegar bara googlið Egbali owner Chelsea þá sjáu þið hvað að meina en hérna sko þeir vilja meina það enska úrslitin þessir aðalar sem eru bandaríkjamenn svo mikið að kaupa í hérna enska úrslitinni sem eru svona næstu orði pínu skeri líka sko að hérna þeir vilja meina þetta sé bara verðlægnin og klúbunum sé bara lág þeir vilja sé bara þetta þeir vilja meina bara þetta á rosalega mikið inni og svo horfaði náttúrulega besta dæmi eru hvernig FSG keypti Liverpool þeir keyptu það á byrjunni basically af þrotabúi Royal Bank of Scotland frá hérna í Gillett og Hicks sem var að missa klúbbin Royal Bank of Scotland þeir tóku yfir 300 milljónir punda hvað færi Liverpool á í dag? Já, einmitt hvað aðeins meira það það eru 300 milljónir punda 300 milljónir punda hvað ár var þetta? 2011 frekar 10 pælið í því en þeir náttúrulega mistu klúbbin þeir voru í rauninni keyptir þeir fóru síðan í eitthvað skapbótamál en minnir aðeirinn það sem þeir þurftu að greiða til að losa þetta öllu undan Royal Bank of Scotland sem dagið það yfir að hérna að það væru 300 milljónir punda ef það eitthvað aðeins skekkar hjá mér þá byrðist ég afsöngur á því minnir þetta hafi verið þessu uppæð hérna þannig að sko þeir vilja meina það og þú horfir á núna vel sem LA Lakers verið að seljast á hvað 10 milljarða þeir vilja meina að ensku úrslitin eigi bara þetta inni þannig að hérna og þeir eru tilbúin að fjárfesta og þeir eru ekki endilega að horfa á að taka út úr klúbbnum þeir ætla ekki að gera það og þeir lofuðu að þeir keyptu klúbbin en þeir munu hins vegar að selja einhvern veginn aftur setna að þá verður þeir búin að áhersla að pundið vel Við skulum færa okkur yfir í fjármáli fótboltanum í bóði Dynout Inga Tina Já, hún snillingur kraftaverka kona Dynout kynna með stolti samstarfi Hafnartorg Gallery Já, ég kannast okkur við það Það er nýsköpun í gangi þar Heldur betur, QR-kóður á borðunum þarf ekki lengur að já, röð þarna, nei, panta þarna segi kaldan, takk Sniður Já, þú sem, þú elskar gott R&D Mér finnst gaman að því alveg bara heldur betur líka bara gaman á svona nýsköpunum fyrirtækjum eins og Dynout sko Þú eru búin að breyta leiknum frábær þjónusta panta borð Skilega flott Dynout.is En sko já, færum okkur aftur út í heiminu eftir hvað var það fjármáli fótboltanum en byrjum aðeins heima sko, það eru 3 risar á Íslandi í dag verður að segja eftir miður Blix, Valur og Vægs hvað þurfa hinn félögin að gera til þess að komast í eina klúbb? Er þetta lokaðu klúbbur? Svona að einhver leiti eins og það er núna en samt ekki þetta er nefnilega svolítið fyndið það er hérna og hvað þetta hefur breyst mikið á skömmun tíma finnst mér eiginlega áhugaverðast ef einhverju sagt við mig bara fyrir sko 5 árum síðan að íslensk félög var að bjóða 20 milljónir til hvers annars fyrir leikmann að það væri bara eitthvað nei þú veist þetta var bara þú veist langmesta sem fólk klúbbunum var að borga voru bara 5 milljónir það var bara svona einhvern veginn maxið og það þótti líka bara svolítið vel lagt þannig að þetta er búið að breyta rætt á skömmu tíma auðvitað eru sko stóru faktorinn þarna Evrópupeningar sem núna eru orðnir miklu meiri og það er með tilkomu konferensdeildarinnar, sambandsdeildarinnar að þá er rauninni hægt að komast í þessa gullkistur kannski með einfaldara hætti þú veist við horfum á mína bestu menn í FH bræðuna, Jón Rúnar og þeir voru alltaf að tala um þetta þeir vildu vera fyrsta íslenska liðið sem færi í riðlakeppni meistaradeildar þeir voru það Rósenborg Íslands þeir voru alltaf að horfa á þetta og það kannski verður að segja eins og að þeir hefðu heldur betur orðið ef þetta F-fólið hefðu þeir hugsanlega farið inn í sambandsdeildina á sínum tíma ég ætla að segja já þeir voru bara það 100% þeir voru næstu konar í Evrópudeildina sko ég bara eins og segi ég myndi halda að það hefði örugglega verið raunin en áhugavert við í raun og veru þennan klúbb sem við tölum með logoklúbbur í rauninni nei vegna þess að ef einhver myndi taka upp á því að vinna kannski deildina svolítið óvænt fyrir utan þessi 3 lið hvaða létti það vera við spurum okkur við vorum að fara við þetta áðan þú veist maður sér það ekki en maður sér það alltaf aldrei í augsýn sko en en þetta væri svona ég það sem kannski punkturinn er að hvaða lið fyrir utan þessi 3 er að fara vítasemistari á næsta árum Stjarnan kannski og maður myndi kannski hugsa það og þeir getur gert það og smíða lið sem myndi geta gert það þá getur þeir alveg hugsanlega klálega komist inn í klúbbin þannig að þeir eru bara með í rauninni liggja með einhverja 500 milljónir á bankabók eins og til Breiðablik og Víking gera og svo eiga Valsmenn meiri peninga í gegnum önnu verkefni þannig að sko hinleiðin inn í innan blessa klúbb er þá í rauninni að eiga eitthvað skonar land af eign sem við getum selt undir íbúður Geta Káir gert það? Kannski
það er rauninni liggur á okkur í deiluskipulagi sem þeir eru búin að láta hanna sem eru þá svona íbúðir fólk getur googlað þetta ef það vil sjá þetta en það eru svona í rauninni próti sem þeir eru búin að kynna þá er þeir bara að selja íbúðir bara hringinleiku því kringum KR svæðið það lukkar ákveðla myndum, ég veit hversu langt er komið í öllu borgarkerfinu en þetta verður náttúrulega gríðarlega verðmætt landsvæði og ég meina hvað kostar íbúð í Vesturbæ ég meina þetta er bara fullkomin staðsetning sko það er bara málið og þetta er þó leiðin ég veit til dæmis líka að fylkismenn fjármögnum sig að hluta til með einhver litlu landskeka sem þeir áttu varði stúkuna það var bara eitthvað mjög lítið sko en þú veist, þetta er þá einhvern veginn leiðin fyrir unni klúbba en sér eitthvað annað en er eitthvað annað lið en KR sem er með svona potential sko ég veit að Víkingarnir hafa nú verið einhverju stappi núna við borgina þeir kallar þetta held í gróðrúsasvæðið eitthvað svoleiðis þeir vilja meina það þeir að fengið þetta að gjöf held í tvisasunum og það er einhvern veginn ekki þokast í þeim málum þannig að þar eru þeir með einhvers konar landsvæði líka sem þeir getur þá annarkvort bara nýtt í uppbyggingu þá annarkvort fyrir sjálfa sig eins og Kratos og annað slíkt eða einhver önnur verkefni ég veit ekki nákvæmlega hvað planið er með það en eftir því sem best veit ekki endilega veit ég það sem gerir þá þetta ennþá flóknara að það er þá kannski ekki mörglið sem getur komist inn í klúb en ég sá það ekki fyrir bara og þá kemur hvað þetta fljótt að breytast fyrir kannski bara 5, 6, 7, 8 ára síðan sá ég það engan fegin fyrir að það væri komin einhver svona Big 3 á Íslandi sem væri Valur, Breiðablik, Víkingur en einhver sagt þetta við mig fyrir nokkrum ára síðan ég bara ekki vinnur og hvað gleðipölum þú? Þú segir bara hvernig Bjarni talaði Víking bara þegar það var 2017 það var ekkert stórveldi sko Nei, voru bara jójólið upp og niður og bara rétt bjarga sér hérna nokkur veginn falli þegar Logi hættir sko og Arnar tekur við og hann er líka sjálfur í brasi með það og hann segir þess að sög ágætlega held ég í þáttunum Arnar og Bjarki að þú veist þá voru þeir bara skilur það var alveg á umræðefnum að hugsanlega bara þú veist hann myndi ekkert lifa það af fyrir eftir tímabil 2 sem var lélt hjá hann en alltaf redda sem þessu pika mistara titlum og svo breytir hann þessu bara í stórveldi þannig að þetta er rosalega skrítið hvernig þetta við þróast með peningana í umfyrir í Íslandi vegna þess að þessi þrjúlið eru orðin með svo gríðarlega yfirburði með hinliðin að það er alveg bara svona mér finnst bara svo lítið talað þetta að það er bara mjög umhugsunarvert þetta er einhvern veginn bara svona þau eru bara í algjöri yfirburðastöðu bara þegar kemur einhver leikmaður kemur núna að bara sem þetta er að koma heim þau þrjú bara sitja einhverju svona bara þú veist á allt önnur staðin hinliðin hvað getur bóðið þetta er mjög áhugavert og maður sá þetta ekki fyrir en þetta þekkir samt út allstaðar sem við það ekki heldur betur og minna þetta er bara eðlilegt hér áður fyrir voru þetta bara þú veist KR var svolítið þetta lið sem fekk þetta svolítið feitustu bitana þegar þau var bara þú veist líka bara sko jafnvel þó þau voru ekki endilega að vera íslamistarar þú veist að ég alast upp þú veist þá voru þú veist bara rosalega flottir atvinnum en að koma þangað sem hefur verið bara eins og Pétur Pétursson og Akka Eðvalds og okkur svona bara sem fóru bara í KR því það þótti bara svolítið klúbburinn ásamt til með sem svo Skaganum og fleira en þá kannski voru ekki eins mikil peningar í þessu og það var svona stittra á milli í rauninni bara einhverjum 100 skallar eitthvað hvernig það var núna er þetta orðið bara í rauninni bestdeildin þetta er orðið bara iðnaður og samanlegu velta þessara félagi er bara gríðarlega mikil og blikarnir og í Víkingarnir þú veist þeir að fara í milljarði tekjur þetta er á alvöru dæmi það er svona vert talað alvöru dæmi það er komið að draumaliði Chelsea sem ég og Maraldar kom með en áður en við komum að því draumaliði þá ætla ég að minna á nýja vin okkar sem eru okkar menn í Hard Rock og ætla að bjóða það hjartalega velkomna og þeir eru einmitt að klára fyrsta hlutan af World Burger Tour þessa dagana það sem að 5 söluhæstu lokalborgararnir í sölu á öllum Hard Rock stöðum og ég fór að það gær þetta er í ruglin Já, eftir að smaka þetta, ég get ekki beðið Já, mér finnst þeir reyndar ekki vera nægilega miðsvæðis Hard Rock Nei, það er svona eina Þetta er aðdóldi afskekt svæði þið ættu ekki að sé þetta Nei, þetta er náttúrulega bara bylust aðsending og allir að bóka sér borð á Hard Rock og næla sér í góðan mat þar jafnvel góðan burger Við ætlum að kíkja í matannabráðum og jafnvel taka upp þáttanna Móti MR Já, ég er nú með þess að tekið date þarna Þú tókst date þarna, við ætlum að reynda að taka sérstakann þátt og fara við það Þú ert ekki í sambandi þess að stelpu í dag reyndar Ég kannski tek bara einhvern tímann bara þátt, já en sko tóku FFP eitthvað fyrir það?
Já, við tókum aðeins, ef að leiðu þú stöðst á klostið, allt í góð, já. En þú sko, það var eitt sem, mér fannst bara við aðeins að fara yfir það, þú veist, það er kannski eitt sem ég langar að taka nema þú sett með eitthvað, en það er bara margir núna að segja eitthvað, það eru City, allir að tala um hvað þeir eru búin að kaupa sér titlana og eitthvað, en hvað eru Liverpool að gera núna? Já, með, sko, fórum kannski aðeins yfir áðan, þeir svona, hafa verið svolítið hægir alltaf á markanum, fram að kannski akkurat þessu sumri. Kannski bara grunnreglunar og kannski ekki endilega margir vita en þetta verður að breyta þessu reglum mjög mikið núna eftir ár þá mun í rauninni vera og kollvarpa þessum í rauninni profit and sustainability reglum afsækja enskuna hérna á Englandi og sem er búið að vera núna í þróun hjá enskuúrslitinni í 11 ár og þá er rauninni kollvarpiskerfi grunnurinn á þessu kerfi er alltaf sá sami þú mátt tapa 105 milljónum yfir 3 ára tímabil sem þetta er rúllandi og það mega sem sagt 90 milljónir af þessum með að koma frá eigendum restin má þá bara vera þessar 15 mega þá bara vera með einhverju láni hvernig sem bjargaður út úr því ef þú fyrir yfir þetta þá lendur í vesenni Nottingham Forest, Everton við horfum síðan á bara svona harmsögur úr neðrildunum eins og hérna Derby County, Bolton og svona fleiri lið sem hafa bara lent í algjörum svona vesenni í þessum svona kringum þessar fjárhagsreglur hérna það sem er að gera svona eftir ár þá verður þetta sko hlutfall tekna sem sagt að það er svona ákveð ratio þú mátt bara eyða 85% af tekjunuðinum í laun leikmannakaup og síðan hérna agent fee eða sem sagt í rauninni greiðslur umboðsmanna og þetta er bara nýtt hérna og þetta er gert í samstarfi við UEFA til að svona sameina þessu 2 reglukerfi sem eru svona búin að vaxa svolítið í sikkur áttina financial fair play er UEFA megin og profit and sustainability er hinum megin og eins og ég segi sko þetta er búið að bæta reglu þannig að þetta voru mikið fargan þetta hljómar einfallega grunnreglan sem ég segi þetta en í rauninni er þetta miklu flóknara ef þú ert að tapa segjum yfir árið komin upp í 80 milljónir eins og Everton var þá ertu komin okkur svona gult svæði og ert að skila uppgjöri til Premier League ársfjórðungslega við fara yfir þetta rosalega reglulega þannig að þetta er í rauninni sko mjög mikil vinna en núna á semst að reyna að einfalda þetta og sameina þessi reglukerfi pínu fara svolítið spænskulegina þannig að segjum við með 100 milljónir í tekjur bara alltaf einfalda dæmið það máttu eyða alltaf 85 í laun sem er alltaf langstæðsti kostnaðarliðurinn alltaf hjá þessu klúbbum leikmannakaup og svo er henni greiðslur umboðsmanna þannig er verið að binda klúbbana svolítið fastar þetta mun hafa jarðskjálfta áhrif ég held að Liverpool sé að kaupa núna mjög mikið vitandi þessa reglubyrningu af því þeir held ég gætu ekki hreyft sig inn í þessa reglu svona hérna eftir ár þá getur ekki tekið Ísak og alla þessu gauðra þannig að það er verið að hindra klúbbana að eyða rosalega miklu á stuttum tíma þá er gerðið við lengri tíma og þetta er gert þess að jafna leikinn og rauninni gera ekki stóru liðin ennþá stærri eins og er kannski alltaf að gera sér fótboltanum og líka þess að blessu reglur þegar komu inn árið 2011 byrjuðu að vera þá búin í þróun ykkur 3-4 ár upprunalega er þetta gert til þess að hamla skuldsetningu knattspyrnufélaga ég er alveg upp í svona 90s krakki sko að hérna þá voru sko ítalskulegin langstæðst svo byrja þau bara svolítið að fara hausinn út af einhverju vesinni eins og Fiorentina bara og Parma sem voru bara einhver risaveldi þú veist, sérstaklega Parma, þeir voru bara huge og bara fyrir aðstyrtarana hausinn og þeir bara fara með til deilda Fiorentina hétu eitthvað öðru nafn á tíðanbili fóru bara alveg niður hérna, en þetta er gerst til að hindra þessa skuldsetningu í knattspyrnuheiminum og hindra þetta blessa eignarhald sem var orðið sem er alltaf Roman Abramovich byrjaði með og svo svona ákvæður að nú þurfum við aðeins að hægja á en þess að Chelsea var alveg afl í fótboltaheimum þegar Roma kaupið þá við vorum lið sem voru í Champions League og allt þetta hérna, en þegar að City keypt sem var lið sem var bara í Champions League og var ekkert eitthvað alvöru fótboltaklúbbur þannig lagað svona neitt sérstaklega gildandi og breyta þeim bara eitthvað ofveldi þá er rauninni við þurfum eitthvað að gera í þessu þannig að Financial Fair Play hefur samt ekkert til að vera að gera þetta klúbbarnir sem lendi í Financial Fair Play og er rauninni þessum reglum það eru minni klúbbar þannig að maður spyr sig sko hvað hérna fyrir hvað er þessu reglu þannig ég skil að sé verið að skera þetta kerfi svolítið upp og ég held að Liverpool sé að eða núna vitandi að reglubreitingunni eftir ár að þeir eru bara ok, við bara fyrir síður núna kaupa svo við þurfum ekki að gera þetta hérna öðruvísi eftir ár
Þetta áhugavert maður. Já, þetta áhugavert og maður spyr sér sko að því að sko mín spurning hafandi fylgst með Chelsea í nokkur ár núna og gert þess að einhverja, ég heldur sem 18 ára samning við Cole Palmer núna sem þetta bara frábært, skilur við framlengdum hann úr 8 yfir 12 ára, þetta bara galið og fleiri góðir, Múdrik náttúrulega á einhverjum 8 ára díl þetta fara í baki á okkur núna? Eitthvað frekar eða? Sko, bara þetta að það sem þeir gerðu þegar þeir tóku við Egbali og Bóli, þeir komu úr bandarísku íþróttunum. Þar þekkjast langi samninga við stærðstjörnunar. Og þeir spurðu sko fóru að horfa á leikmenn sem Chelsea gat ekki selt. Og þeir skildu þetta ekki. Anna fyndi saman Todd Bowley, hann hélt sko að það væri hægt að taka svona players things, skipta á leikmönnum bara og minni, og hann kom mjög óvart að það viðgekst ekki. Það er ekki líka alltaf skiptir ekki máli hvað settur alltaf við Champions League. Ja, jú, það var eins og það var. Og hvað leikir viltu spila til? 4-3? Það var eitthvað aðeins smá miskilega lífikallinn. Það var en allavega, þetta þannig með leikmannasamningana að þeir náttúrulega byrja að finna svona einhver loophole sem þeir eru búin að góðir í að gera svo við tókum við Chelsea með að þeir sáu, ok, við gerum 8 ára samning, getum við þá ekki deilt honum í 8 ár og þannig afskjána 8 árum í staðin fyrir 4 og borga minna per ár. Þetta eru svo reglur og jú, þá var hægt að gera það, þangað til að deildin bara upp og sí, þau eru ekki að fara að gera þetta og hámarkaði 5 og nú eru reglunum samstanning, hámarkaði 5 ár. En það annars vegar að þeir lækkuðu launin á móti lengri samningum. Þess vegna var ekkert mál að selja gaurinn sem Nonni Madueke, hann var bara okkur 60.000 pundum til Chelsea. Já. Og þú veist, þannig að þegar fara move, þannig að það er auðvelt að hreyfa þessa gaura. Gaurinn sem þú getur ekki hreyft, það að heim Störling og 300. Einmitt. Það enginn að fara að taka hann, nema við borgum með honum. Já, og þessi United gaura sem við töluðum á, skilur. Allir United gæðir, eins og leggur sig. Enginn vill bara Jadon Sancho vera löngu farin einhvern, en hann var ekki okkur 320.000 pundum, eða hvað það er. En það er gaura, og meiri segja að þú veist, bara Cole Palmer og hann herði núna, en hann var bara 55.000 pundum það kemur. Já, einmitt. Og Nicholas Jackson og þessi gaurar, allir á rosa lánu. Þess er ekkert mál að selja Jackson og semur kaupverðið af því það er ekkert mál að semja leikmannin en þess að hann er ekki að það háa launum. Þetta er þetta fáránlega áhugavert sko, Cole Palmer er keyptur á 40 milljónir og hann á 55.000 pundum í vikulun. Það er bara galin hlutfall. Hann var að herra núna eftir hann framlengi en þessi gaurar voru allir hann var ekkert stórt nafn hjá City og hann sagði, herru, þú fær 9 ára díl á þessu launum. Já, bara þó að þú munir ekki geta nokkuð skapaðan hlut þá ertu bara gulltryggja framtíðina í 9 ár. Það versta sem gerist, þú setur hann á samningi. Það er að versta sem gerist. Þannig að þetta var öðruvísi, þetta er öðruvísi hugsunargangur. En svo einmitt er hinn hliðin á þessum pening, það er Múdrik. Sem fellur að baka liðaprófi er núna bara einhverju vesenni. Ég held að sé einhver tryggingarvísu fyrir því. Ég ætla að vona það. En hann hins vegar hann er bara í einhverju brasi núna og ef hann er, þú veist, það er ekkert að selja hann sko. Ný. Og hann er á okkur 70.000 pundum eða eitthvað, keyptur á það mikið peninga hann heldur sem ég herra lægi sko sem er samt sko 70.000 pund í vikulun fyrir gæði sem keyptur á 100 milljónir eftir bara fáránlegt hlutfall. En málið er með þess að svo eru bónusar sem koma ofan á þannig að grunnlaun eru mjög lág en þú spilar mikið og ætti að standa þig vel og tekur þátt í einhverjum árangri þá hækkar þetta frekar mikið. En ég held þess að nett og talan hjá þessum gaurum eins og Palmer, Caicedo og þeim heldur við svo Caicedo og Enzo Fernandes séu alveg á, þú veist, ágætislaunum yfir 100.000 og eitthvað sko en ekkert nálægt einhverjum 200.000. Einu gæðin sem það held ég sé, þú veist, það er fyrir utan Störling og svo gæja eru þessi gaurar eins og Reece James og þessi náungar sem sömdu aðeins áður og voru á hærri samningum. Þannig að þetta er eins og þetta bara tóku allt öðruvísi, læri laun gegn lengri samningum. Bóli var kökkin, hann var kökkin eftir allt saman. Hann allavega setti bara upp nýtt kerfi og það sem áhört að sjá að nú maður að sjá alveg önnur lið gera lengri samning líka. Allt í einu eru svona 6 ára samningar ekkert eitthvað óalgengt fyrir leikmenn sem eru keyptir frekar ungir. Það er fyrir Chelsea braut svona einhvern ramma þarna. En eins og segi, svo getur líka lent í brasi eins og með Múdrik. Já, það er tvær hliðir af peningnum, alveg klárt mál. En það kom með að í draumaliðinu frá aldamótum. Draumalið Chelsea? Já. Heldur betur. Já, þetta var gaman. Ég set í búrið, það kemur ekki á vort. Þetta var held ég auðvöldast staðan sveimið þá. Það var Petr Cech. Og já, ég meina hann er bara, þú veist,
bara kekki saga og allt það, kemur þarna ungu frá Renn, þá var maður sko, hélt maður að Carlo Coutinho var ekkert að fara úr búrinu, svo sá maður nokkra æfingaleiki með þessum gæja og það bara, herru, þetta stórkostlegur markmaður og náttúrulega bara vann allt sem hægt var að vinna, ótrúlegur náttúrulega í 2012 meistaralldúðinu og náttúrulega svona þessi meiðsli, náttúrulega hann var alltaf með hjálminn, Iconic. Svo náttúrulega til að toppa þetta og fer hann til Arsenal og lélugur, þannig að það var bara svona, það var bara dásalett. Vinstri bakvörður, mér finnst það líka. Sorry, ég verð að skjóta inn, ég veit ég fór að pissa, Peter Cech, árétt valið, en ég verð að spyrja Thibaut Courtois. Já, þú veist, en náttúrulega við köttum hann bara snákinn, sko. Já, og þú gleymir ekki. Nei, maður fíllinn, sko, maður gleymir ekki. Okay. En stórkostlegur markaður. Vinstri bak, Ashley Cole. Já, Champions League vinner og bara, þú veist, það var að tala um Ashley Cole, það sko, það fáir svona bakur eftir, en þarna var ekki mikið svona eitthvað inverted á miðjun og allt dót, en sem svona jafnvægi varnarlega og sóknarlega. Þú veist, frábæri vörn og frábæri sókn. Þetta svo sjálfgeft, ég vil þetta annarkvort varnarbakur og sóknarbakur, en hann bæði. Þetta svo sjálfgeft. Rhys James. Já, fyrir með hægri bakurinn. Ég var alveg, sko, nú mun örgulega Steppi félagi minn sem mikið til sem örgulega ráðast á mig næstan sér minn, sko, en ég valdi ekki Rhys James. Nei. Það alveg hægt að fara rauk fyrir því, sko. Hvaða leik þetta með? Í 4-2-3-1 svona eitthvað þess að leika mér. Þetta klassísk, sko. Ég valdi Branislav Ivanovic. Hann bara minn kölltetja, sko. Availability is the best ability. Já, og bara var keiftur sem hafsend, breytti sér í eitthvað svona þungan hægri bakur sem gat nelt honum fyrir, sko, lengst frá hérna í vítategnum. Það settir hettina maður sem Benfica 94. myndi, Europa League final eða ekki, það er Benítez að þjálfari. Já, við unnum og bara líka þegar hann hérna. Og ég veikur mann, já. En það er rétt og þegar hann hérna fór, þú veist, átti ennþá í brasi með ennskun eftir 8 ára eða eitthvað og svo skoraði kallið, hann búin að vera þarna, sko, að byrjaði mjög hægt Chelsea. Kom frá Spartaka eitthvað og mjög lengi að koma sér bara eitthvað inn í myndina þarna og svo kemur hann í lið og skora 2 mörk til Liverpool. Anfield. Já, ég er búin að glemma því. Og hérna, engi skilur neitt maður og svo fer hann í viðtal og hann bara yes, bara get ekki svara nein eiginlega. Svo segir hann bara svona til að enda viðtalið bara sjálfur scoring 2 goals easier this interview og labbaði svo bara í burtu, sko. Og hérna, þannig að já, þetta er alveg geggi. Ég verð að koma með eitt honorable mention í Harry Bak. Þeir komur Rhys James, ég ætla að segja kóngurinn Victor Moses. Sko, hinn sem var náttúrulega bankaði fast á dyrnar hjá mér var bara ég meina one season, Victor Moses, ertu að grínast eða? Hann Conte wingback, sko, það var hans fullkomna staða og náttúrulega bara svona típisk Conte sjá eitthvað þarna gæði sem var búin að lána í okkur, en ég var líka með Aspilicueta, honorable mention, herra stöðuleiki, hann komst að greina líka hafsendaparið, sko, þarna ég myndi segja, sko, auðveldasta jú líka, það er annar náttúrulega bara klára, það er Terry, bara Mr. Chelsea það er ekki að segja neitt það hann er bara, og hann er með bandið í þessu liði líka. En hver er númer 2? Ég var svolítið að pæla, sko, og fyrst var ég bara svona, ég ekki bara velja Thiago Silva, kom ógeðslega seint inn í þetta samt og fer og lyftir stílum með stóru eyrunum, samt hugsa maður líka bras á liðinu, sko. Ég enda með makkernum hans hérna Terry Ríkki Carvalho. Já, Ríkki Carvalho. Dört í Portugali, ógeðslega fljótur. Já. Hérna, og náttúrulega partur af þessu 15 marka meti. Já. Það voru Terry Carvalho, Jack aftan og sem sagt í rauninni og svo varstu með Paulo Ferreira og svo William Gallas í vinstri-bakgrunum. Þetta var línan, sko. Ég vildi bara svolítið halda honum að hann er stórkostlegur hafsend, svo náttúrulega fer hann fyrir Real. Og var líka bara, þú veist, eins og momentið þarna þegar að Chelsea vinnur Barcelona 4-2 í meistardeildinni. Það var náttúrulega ólegt mark sem skorar sem Terry skorar. Náttúrulega hélt í treyjun á Victor Valdes. Var snar tekið þetta mark af, sko. En hann er þarna og ég fíla hann leikmann mjög mikið. Tveggja manna meðja, double pivot. Þú varst að spyrja með honorable mentions, takk fyrir þessa spurningu, Jói. Þarna, sko, ég er náttúrulega dálítið lítar af þessum séðleik, en sko, Gary Cahill, David Lewis. Já. Cahill var líka prem, sko. Cahill er frábær servant. Hann var alvöru servant, sko. Já, og Lewis náttúrulega alveg snarbilaður. Ég elskaði Lewis, já. Þannig að, hérna, já, bara frábærir mennsum báðir. Já. Double pivot, hérna, þar vel ég náttúrulega kóngin fyrst, Lampard. Hann náttúrulega bara þú veist, þetta er svona miðjumenn ekki til í dag. Nei.
sem í rauninni voru sko aftur með þetta jafnvægi, af því hann var ekki lélur varnarmiðumar, þú veist, hann gat varist rosalega vel, coverað rosalega mikið svæði 8, ég skoraði samt bara alltaf 20 mörg tíðanbili, þetta er ekki til í dag. Nei, rosalegur sko. Hann og hann hafði rosalega mikið fyrir því að vera góður í fótbolta. Þú veist, hann var ekki efnilegs úlingurinn og allt þetta og hann keypti fyrst strögglaði mikið. Svo bara einhvern veginn kemur Morinni og ber bara einhvern ótrúlega eldmóð í hann. Þannig að þetta var, ég ber rosalega virðingu fyrir Lampard. Ég vel N'Golo Kanté með hann á miðjuna. Það er góð miðja maður. Það er rosalega miðja en ég meina, þú veist, ég var harður Makalele maður þegar hann var og hét hjá okkur og Mikael Essien er uppáhalds Chelsea-maður minn bara í sögunni sko. Þannig að erfitt að skilja það eftir en þetta er það maður með gott lið, þá var maður að gera upp á milli sko. Bara líka við barnana sinna. Maticinn segur líka. Matic frábær. Geðvikur. Hann er Kanté, þú veist, hann alltaf bara, þú veist, talaði kanntu tvíburana sko. Þú veist, það er svo alltaf 2 inn og alltaf gleymist alltaf í þessu Leicester dæmi, þú veist, hann var alltaf bara, þú veist, kóngurinn í því liði og varði að fengi fyrirsagnar. Af hverju seldu við Kanté? Var hann bara búinn eða? Hann alltaf var samningslaus og hann fyrst frítt til Saudi og fekk bara samningstilboð sem var alltaf bara gjörbylting á hans lífi sko. En hann var ekkert eitthvað búinn? Eða hann spilaði þessu kóngur á HM og eitthvað? Spila fullt sko, hann í Saudi líka. Minna tempó alltaf. Herru, já, þá eru komin í línuna fyrir framann fyrir aftan fram mér sko, bara klárum þetta ég vel Cole Palmer Haramain. Ok, er hann búinn að gera nóg? Fyrir mig, já, ég menn hann er bara svo góður hann er komið strax á okkur top 10 listu markaðustu leikmenn bara klúbsins í Prem og veist, hann er bara, eins og segi, hann er orðin eitthvað svona generational talent, þessi gæi og ég held að bara ef við höldum í hennar gæi og byggjum líka kringum hann að þá mun hann geta tekið þetta áfram alveg ótrúlega slóður. Hann er komin yfir það að þetta sé eitthvað one season dæmi, er það ekki? Ekki gerði það nú bara fyrir mér bara núna, þú veist, ég meina þessi mörki sem að skora ykkur sem markið, bara þetta mun í markinu hann mútið vestan, það lifti yfir gæjan hann er að skora mörk sem hann hefur ekkert séð. Vinstra megin, það er velja sannlega uppáhaldsleikmannum í sögu klúbbsins, það er Eden Hazard. Já, ég sammála því. Það er bara töframaður og líka sko hann er svo skemmtilegur, þetta er gaurinn alltaf, hann var svo kærulus ég elska að eitt finnast að vídeo sem ég hef séð þegar það eru okkur svona einhverju viðburði, góðgerða viðburði hann, Terry, Ivanovic Samuel Eto'o sem þá var og einhverju 2 viðburð kannski og þetta var eitthvað please make human trade fair .com eitthvað, vorbyðum eitthvað og þeir sögðu eitthvað, Terry opnaði og svo átti Ivanovic að segja þetta og ég veit ekki hvað brandari það var á svona hræðilegu ensku og hann byrjar please visit og Hazard situr hann í miðinni og öskur hlær í miðju kamerunni þetta er svo dásanlegt vídeo og þetta er svona í lýsireikninu hans svona kæruleyslega karakter. Hazard er líklega besti leikmaður í söguprem, myndi maður alltaf. Já, viðstu, okkur finnst það og einhver myndi hækka okkur einhver Terry Henry og eitthvað svona sko. En bara Hazard bara tók yfir leiki ef hann nefndi sko. Já, ég náttúrulega, eins og ég segi, dýrka manninu það er bara svona, fyndi það sem eitt var að því hann var svo kærulaus, ímyndiraugan hefði haft sko með þessa hæfileika þankagangin hjá Cristiano Ronaldo. Þú veist, hversu langt þessi gaur geta náð svo fer hann bara til Real það var sorgasaga lendir í einhverjum slæmum meiðslum og hann bara næs ekki upp úr því. Nei. Og hættir hvað? Hann var ekkert gamall en hann hætti sko. Hann hætti fyrra og hann elskar víst að vera hættur í fótbolta. Já, ég trúi því. Mætti alltaf 200 kílum og þungur og pre-season og við fyrirgáum það. Já. Í hólunni. Þar er töframaðurinn Gianfranco Sola. Já. Nú ertu svona ég sá ekki marga leiki með hann leður. Nei, hann er mitt íkon. Það er fyrsti leikmaður sem ég dýrka í Chelsea. Þannig að ég á sérstakt samband við Gianfranco Sola. Og þú veist, það eru þarna þegar að innreiðin á útlendingunum hefst í ensku úrslitana í kringum 95, kemur við Gullit, komum Viali en Gianfranco Sola var bara svona gaurinn sko, sem bara í rauninni svolítið bara hann var bara svona töframaður skemmtikraftur þú skoðar kannski mörkin hans ekkert eitthvað endilega rosalega mörg þetta voru svona gaurinn svo svona Dennis Bergkamp hann svona bara leta ykkur svona töfrar hluti gerast þannig að maður bara svona ferði á YouTube og skrifa bara svona highlights klippur á honum þá er hann að gera hluti sem eru bara svona ótrúlegir skemmtikraftur fyrst og síðast Ég sé að Leifur er búinn að skrifa strækjarinn. Já, það ekki. Þetta er svo mikið flókið. En sko, bara áður við förum í sko, eiginlega einn uppáhaldsleikmaður minn í Chelsea, svona, því það maður á svona alltaf svona sín uppáhald, sko. Verður ekki Eiður Smára að sjá þetta í sólastöðuna? Jú, og hann hefði getað komið líka inn á miðjuna
og í hóluna Neiðusmári og alveg bara frábær leikmaður en sko Diego Costa leikmaður sem ég elska bara þú veist Diego, I will go to war with you Costa sem bara í rauninni gerði allt sem hann gat til að vinna og var bara maniac sko en þetta alltaf Drogba Wow, that night in München maður þetta hörkur listi ég bara eiginlega ekki tilbúin að challengea eiginlega neitt sko það hægt að challengea Reece James í right back varnarlínan svona margir munu gera það já, Carvalho myndi ég segja var alveg en einhver í staðin fyrir Cole Palmer ég veit ekki hver þetta vera nei, ég myndi aldrei skipta Palmer út en sko Óskar eða Viljan nei, ég honum bilað Thiago Silva mætir hvað, 38 ára til Chelsea er það næst besti, eða þriðji besti miðvörður í sögunni, það er rosalegt sko. Ég sko bara, hann kemur hann inn og þú veist, þá ég að horfa líka bara reynda að horfa svolítið heilstætt á árangurinn, menna þú veist, hann var alltaf rosalega átt að vera rosalega past his prime þegar hann kemur, en er samt bara algjörlega on it svo vinnur hann hennan meistaratitil sem var honum svo kær, þannig að hann hafði ekki unnið hann og við hefðum aldrei unnið hans, aldrei Nei, hann er bara málið og þannig að ég einhvern veginn sko hann kemur úr smá hallari að þau súrta svolítið hjá hann með PSG og hún fannst að vera kent hlutina hann var snarbilaða konu já, hún er alveg snarbiluð já, sem var alltaf að rífa kjaft við allt og alla sko þannig að ég einhvern veginn og sonur hans, ungur efnilegur að spila með Chelsea í dag þau búa ennþá í London, Fjöllan hann talar samt ennþá ekki staktur ensku sem ég stásalegt sko en þetta er bara svo frábær saga hann ég held rosalega upp á Thiago Silva og svo viss bara er þetta svona topp karakter sem hún getur fundið hann Silva en ég veit ekki með þessa afsenda ég veit ekki hvort við getum fundið fleiri en ég meina Marcel Desailly, við getum talað um hann hver þjálfar þetta lið? Sko ég verð að fara bara að vera heiðarlega sjálf með að velja Jose Mourinho, sorry sko, ég bara veit að svona er kannski obvious choice og kannski er margt að þessu svolítið obvious en þú veist, það verið cool að segja Carlo Ancelotti sem ég heldur ekki mikið upp á og double winning sem sagt tímabilið þegar við vinnum titilin og beigarinn, það er frábært Chelsea-lið og mennsson á vinstri kantinn ef við hefum ekki mátt velja Hazard þá er mögulega bara tekið maður lúta fyrir einhver 3 ótrúlega tímabilið sem hann átti þarna undir Ancelotti þess að 2 og svo 1 eftir það þannig að en Mourinho bara breytt Chelsea til að slúta þessu hver eru brjálæðir að vera ekki í liðinu? Cesar Azpilicueta Aspi myndi finnast þannig eitthvað að vera þarna ég held að Reece James myndi svona benda á eitthvað ýmislegt Essien kannski sem svona cult hero samanlega því einhverju svona brjálæði myndi velja John Mikel bara upp á 4 sko hann var, það var servant maður einhverju myndi reyna að færa samt enginn myndi velja neitt staði fyrir betri check ég veit ekki, erum við að gleyma einhverjum svona sem er bara, ég held ekki sko þú veist, Claude Makelele líka, hann myndi segja bara hann myndi mæta Timmin og segja ég vann heimsmeistaratitilinn, ég vann Evrópmeistaratitilinn vann allt með Chelsea sko, akkur ekki ég sko en ég hækka bara kanti líst vel á það er komið að riddarspurningun í blandi almennar spurningar þetta betur maður þetta búið að gaman hengja þetta lið upp á vegg sko. þetta er rosalega hann er búin að skrifa þetta niður þetta er komið á blað en riddarspurningarnar er búið í Höstrand og Ígul Golfferðis wow. en Höstrand er auðvitað að rúlla út nýri vöru aftur elskum nýsköpun sko. heldur betur þannig að þeir eru ekki bara með kaffihylkin í dag þeir eru konum með boost þannig að þú ert með kaffihylki en þetta er boost já þetta er sérst í hylki en þú þarft að hugsa hylki alveg búin ítt af því að hylki er ekki bara kaffihylki í dag sko. þannig ertu komið með sko án kaffi og koffin þú ert komið með sko matcha, þú ert komið með rauðrófu, engifer lime alls konar gott er í sko bústinn í daginn en það er vist mjög takmarka magn í fyrst sendingu allavega já þannig að það er bara fyrstu komið fyrstu fá að smakka þetta ég gerir það fyrir að verði rauð í borgartúnni í fyrramáli já og 15% alltaf með góðunum CAD rétt og svo er það Ígul Golfferðis já nýju vinnir já þeir eru með skemmtilegar ferðis já ég meina sko það er ein ferð sem ég var nú að skoða Tyrklandi varst ekki að skoða Tyrklandi? jú það fer að finnast á mér og svona en nei ég ætla hann bara að spila golf þar en sko málum með Ígul er að þeir eru ekkit að flækja þetta þeir eru núna að bjóða upp á ferð í nóvember til Thailands í 16 nætur bara kósi það var alveg, og fyrir minni 1.990.000 skall, allt innifælið sko, það hefur lengi verið draumur hjá mér að spila golf í SU og hver veit nema Ígul láti þann draum rætast sko, Ígul ríða á vaði í riddarspurningum Jói og þeir vilja vita hvernig golfið hefur gengið í sumar
Ja, upp og niður. Ég fór aftur á svolítið staði í golf í sumar eftir að tekið með smá pásu sem ég kallaði svona maður eignast bara börn og svona sko, þetta Jú. tímafrekt sport sko, Já. en það líka sem gerir svo skemmtilegt. Bara vel sko, myndi ég segja, mér tókst sko, forgjöfin snarhækkaði í byrjun sumar, hann var alveg byrjað að lækka aftur. Ok. Það fínt samt að leyfin að hækka, svo maður geti lækkað náttúrulega og spila bara réttu leveli, sko. Algjörlega, og maður verður líka bara, þú veist, bara skrá allt inn, alltaf, skilur við, og bara, þetta að koma, og maður búin að ná að taka nokkra skemmtilegar hringi í sumar, og bara vonandi, ég ekki það bilaður, ég fer út í rigningunni sem var í dag, til dæmis, en ég læt samt alveg að hafa þokkalega svona, þú veist, þá má vera aðeins betra, þá fer ég út, en hefur gengið vel, og bara svona, maður búin að fá aftur svona, passion fyrir golfi. Já, kliðið mig. Já. Mætti ég gera svo frakkur að spyrja hvað átt með í forgjöf þetta? 21,7. Já. Fór alveg upp í aðeins herra, sko. Já. Þannig að þegar vest lét, þegar hringin í snemsum og svona bættir. Þetta er alltaf leiðinni rétt átt. Beinlegin sniður, sko. Já, Birkir Snær, hann á næstu, hversu mikilvægt fyrir klúbba eins og Chelsea? Hversu mikilvægt fyrir klúbba eins og Chelsea ruslakistu klúbb eins og Arsenal til að læga fjárhæðin svona við og við? Við fórum yfir þetta áðan, þetta er alltaf rannsóknarefni. Ég bara hvet alla blaðamenn að skoða þetta rosalega vel. Það er eins og mætti halda að Todd Bowley væri bara hreinlega með einhverja myndir af eigendum Arsenal, sko. Arti þetta. Já, þakku Birkir Snær, hann er alltaf gaman, mér skemmt það Já, hann er segur. Orri Rapp, sko hann er með hver top 5 listi yfir uppáhalds Chelsea-leikmenn Jóa frá upphafi. Ekki bara segja hann frá liðinu eða? Jú, eða ekki. Ja. Jú, og svona ef ég ætti bara að vera alveg, þú veist, top 3 allavega, ég set alltaf Hazard og svo Sola, þetta er svona mínir menn, sko. Ok. Og svo ég með, þú veist, svo tekið þetta bara einfalt, Lampard til að Drogba. Já, segur, já, auðvitað. Þú ert að gunpoint hjá lengjunni, í hvað sæti enda Chelsea þessu tímbili, við vorum með 3. sæti ekki? Já, ég held að sé bara, það var nokkur raun á spá. Já, það var ekki Chelsea gleru. Ef þú tekur það af þér? Nei, ef við tekum af, þá náttúrulega vinnum við þetta. Ef ég set Chelsea-glurun á, þá bara erum við að fara að lifta dollunni. Já, ok, hann er svo faglegur. En ég held samt, í 3. sæti bara raunhæft, þá held ég að þetta sé bara svona, ég held að það getur bara vel raungirst. Já, ef þetta þá ættum maður að setja Chelsea á lengjunni. Lengjumenn eru líka að spá, sko, hvaða lið kemur mest á óvart í premma næsta ári? Þessi góð. Það, þú veist, hver er að fara að púla svona eins og Nottingham Forest gerði? Já, Dark Horse. Dark Horse núna, bara svona on the point. Sko, ég ætla að segja að sko, koma óvart á neikvæð mæti Vestam. Já. Ég held að geta fallið. Það er svo. Ekki segja pappa þetta. Ef þeir eru bara búin að vera í alvöru brasi og ekki búin að styrka sig mikið og missa leikmenn, Potter kallið við sig ekki á einu kontról á þessu, þannig ég ætla að segja að ég hef smá óttast gengi Vestam á þessu tímabili. Já. Lukas Leo spyr hver voru þín mestu mistöku stjórnandið þinni hjá Valur með Túfarheim? Spyr Lukas Leo. Lukas Leo með hvað sem með Val? Já, Valur. Valur? Já, hann semst að notaði hann Túfarheim þegar hann segir Valur. Já, Valur. Ég var ekki að ná þessu mist. Brilliant. Herðu, minn mestu mistök? Já. Það voru mörg mistök gerð. Já, Valur. Já, Valur. Sko, ég ætla að sagt ykkur hvað var erfiðast að gera þarna. Það var það þegar það var ekki mistöku eftir á, ég er að hugsa það var að þau voru ákveðum að leggja blessaða gervingkassi. Það var sko stríðsástand, svipað með Vesturbæinn. Þetta er ákvörðun sem þú tekur ekki svona neitt sérstaklega auðveldlega þarna. Nei. Þannig að fara út í þá vegferð var nú svona bara ákveðið harakiri sko, það var allir brjálaðar þarna sko. Vegna þess að við þurftum sannlega eins og æfingatíma, við þurftum bara æfingatíma. Sko, ég vil bara meina það, við seldum Patrik til Víking Stafengar og allt og lítinn pening. Og lítinn pening, já. Allt og lítinn pening. Já. Það var bara skammalega lág vermiði þá og það kostaði okkur mikið það tímabil. Já, svo fekk hann eitthvað money move eða ekki svo í framlengingu til Moldavíu eða eitthvað. Nei, hvað? Nei, svo bara kom hann aftur heim eins og hann gerir alltaf. Ég segi alltaf Patrik er einn leikmaður sem hefur borgað launin sín sko. Það hefur selt hann alltaf út, svo kemur hann aftur og það verður alltaf með peningi bara fyrir honum. en svo fekk hann sheriff dæmið sem er nú eitthvað undarlegasta dæmi sem til er. Sá klúbbur, það er eitthvað mafíósa dæmi í gangi þar sko. Þannig að já, alltaf sé ekki það. Hefði viljað meiri pening fyrir Patrik? Já, alveg klálega. Fyrsta múið sem sögðum við Víking Stafengar, það var ekki. En var hann Ríkið sest núna og svona, var hann að pússa það að fara það?
Mikið. Allir þessi gæjar vilja taka múið. Já. Þú veist, það bara þannig frá Íslandi, eins og við tölum áðan, deildin nú ekki það stór og þegar kemur stökkpallur, hann var ennþá ungur á þessum tíma, já. Þú veist, auðvitað gera það, þið verða bara fúlir og erum umboðsmenn sem tala fyrir þá. Já, einmitt. Það bara þannig, svona virkar þessi bransi. Já. Valur eða Chelsea, spyr Nikola Djuric. Valur eða Chelsea, vá maður, þessi geðveik. Sko maður er svona nálægt svona, þú veist, valstæminu sko, og náttúrulega svo fyndi að ég er líka alveg hörku stjörnumaður, náttúrulega alin upp með svona tvöfalt ríkisfangi í íþróttum svo í Íslandi sko. Þannig að bara að vinna titilinn sko, er ekki komið tíma á Valur. Ég held að freka bara henda einu fyrir Hafsögu. Já, hannig, vá, sko. Ég ætla að horfa miklu meira á Chelsea-leiki en miklu fleiri leiki. Það er stærra gata fylla, svo ég sé bara heiðalegu með það. Kona myndi velja Chelsea. Já, það er rétt. Hún myndi velja Chelsea. Hún hefur sko engan að hafa fótbolta, skilur þetta ekki. Þannig að vámaður, sveimið þá. Nei, alltaf verður ekki að vera lokal. Ég myndi nú held ég velja mína menn í Val fram með Chelsea svona ef þau var að spila, ekki spurning. Jófi Fannar spyr, þú ert að mæta í Dokk þátt, hver með erfiðast að mæta? Mæta í Dokk? Ég hugsa, killið þetta eða bóndarinn eða Vá maður, sko erfiðast að mæta, það er náttúrulega ekki erfitt að mæta neinu. Nei, það eru allir yndislegir. Þetta eru mínir menn sko, en ég skal segja hvað erfiðasti þátturinn var sem var erfiðast að mæta og ég þurfti að undirbúa mjög vel undir. Það var þegar að ég fekk svona late cameo í þátti með Jóni Rúnari að ræða knatthúsið. Þá var ég stressaður. Það var erfitt að mæta og hann var náttúrulega heitur í þessum máli kallinn. Ég var fengið náttúrulega að spyrja erfiðu spurningana og ég fekk alveg 2-3 death stare og það líka var sko, þá var Hjörvar náttúrulega í hásætinu og ég var bara svona í hliðina á honum og hann var bara svona, ég held bara sko, hann lét mig alveg heyra það í þættinum en við erum svona góði félagar sko, það er ekki það en við spurðum, þetta var bara, við mættum hana og þetta var í kjölfar hana og þessi skýrsla kom út og það var erfiðast að mæta honum en líka algjör snillingur sko, Jónar og við tölum alveg vel lengi saman eftir þetta en ég var bara með spurningar sem voru beðir á þessari skýrslu og hann svaraði bara nokkuð vel. Ánægði með Hjörvar. Jói, takk þú þessar Ég fekk late cameo inn í hérna þátt, það var gaman. Það var erfitt. Mjög gott. Subway. Sko Þeir þurfa að mæta í Volt. Já, það er ákall þangað, ekki spurning. Þið þurfa að brókera þann díl stakar. Ég meina þeir eru með bæris bestu, ég get alveg verið með Subway sko. Já, við þurfum að gera það. Þeir eru með AHA núna sko. Fór seinast í Subway Hamraborgin sem þú svolítið verið að lofa Birkir. Já, það er nefnilega sunnudagskvöldin í Hamraborginni. Já, þau eru ekkert mikið síri en Hringbraut sem er nú minn heima Subway staður sko. En ég breytti ekkert út af vananum, ég fór bara í bræðingin góða. Hitaður eða ristaður? Mér finnst ennþá fáránlegt hvað það kostar lítið að fá sér bræðing. Já, það er svo dóldi líka bara glimt að uppfæra verðskrana. Já, það er svolítið þannig. Það er ekki þetta voltmótil í gangi þannig? Nei, ég rista alltaf sko. Hittar eða ristar, Jói? Ég rista. Já, hann er ristakall. Já. Maður hittaði þá maður yngri. Já, það er akkurat það. Ég þetta ekki bara svona eitthvað evolution, þú veist, maður drekkur minni bjór og drekka meira vín þegar maður eldri, þetta er einhvern veginn bara svona. Þetta er þannig. Þetta er geðvitt. David Jones, sko. Margir áspurt mig, hvar fæði David Jones? Já, hafa þeir aldrei veslað í krónunni, þetta er alltaf á besta stað í krónunni. Það er ótrúlega. Það er bara eins og krónan sé ykkur kollabið við David Jones. Já, það er nákvæmlega þannig, sko. Og þetta cinnamon bönn dæmi 9 döðlunar, það er bara þvæla. Já, sér þáttur og það. Það er gott stöf. Já, ríkalega gott. Sko, en hver er skrítnasta pöntun sem þú séð í gegnum Volt-appið? Skrítnasta? Furðasta pöntunin er þá bara raunverulega, hún var undir 50 metrar í lengt. Já. Það er skrítnasta pöntun sem ég séð. Já, ok. Mér var vakin athygli á þessu, þá var raunverulega spurt hvort að þetta hefur verið mistök að ræða. Við lutum support ringja. En það bara sannarlega var þannig. Það var ekkert eitthvað. Og hún var afhent. Já, það var ekki, herri, ég er bara eitthvað að testa þjónustuna, það bara, nei, ég er að fá heimsum. Nei, ég er að panta. Það bara, þú veist, bara hvort það væri ekki alveg örugglega hátt að vera að panta þaðan, skilurðu, bara vera viss, skilurðu. Nei, það var bara vinsanlegast og það var bara græja með stæl. Vel gert, glæsilegt. Sorry, þetta geti alveg verið, ég panta oft sko Dominus í Rúfnasölum, ég býð við hliðina sko, þannig að já, ég er ekkert skárið sko. Hver væri drauma Volt collab þinn á Íslandi? Hvað vörumerki eða þjónustu viltu sjá í appinu? Herru, við erum bara að fara yfir það, við þurfum að fá bara græja skúla eitur og bingo. Já, eitthvað annað svona, og tala um ánum þurrkar á svona. Já, þú veist, auðvitað vill maður bara sjá svona vítt og breytt vörúrval
ég get alveg sagt að þú veist, ekkert maður langar með að kynna vinum mínum í Elko fyrir þessu 100%. Það standar búin að ganga ekki lengi. Þeir eru með svona alveg skemmtilega raftækjavörur sem væri gaman að bjóða upp á appinu. Líka pældi hvað ekki það ég sé að selja þetta fyrir Volt sko, en bara pældi fyrir Elko, þeir eru með einhverja, þú veist, þú getur panta vöru hjá þeim og fengið að sendi inn degi setna eða hvernig það pældi hvað verið auðvelt, þú myndir auðvelda lífið þeirra svo mikið ef þú myndir bara sjá þetta 100% fyrir ekki ána því Ef við getur sett einn fótboltamann á delivery-vakt hjá Volt, hver verða og af hverju spyrja Subway og David Jones? Herðu, sko, sorry, bara mér finnst það svo fyndin karakter og þú veist ég held að Cole Palmer myndi takast að gera eitthvað rosalega glóriur sko hann ætla bara hann alveg grillað hvernig alveg. Hann til? Hann bara einhvern veginn svona spurður að einhverju og þá segir hann bara ég veit náttúrulega ekkert hver það er sko en og er svo heiðalegur alltaf sko ég held að hann væri sko hann myndi gera eitthvað stórkostlega hluti sem sendildi á okkur og væri gaman að fá hann þetta er gott sjátt það er komið að loka leiðnum hjá okkur í kvöld Allir að drífa sér skoðun til frumherja, takk allir með 7-8 endastaf Tic-tac Svo var það Kemi, bílavarahlutir lita varahlutunum út frá bílnúmerinu Herri, ég prófaði þetta í dag, setti bílnúmerið mitt Varst það prófað til fyrstskipti núna? Nei, ég var ekki eftir það varst það leikari, já Því ég var að káta og koma einhverjum nýjir Já Þetta er ótrúlegt, hvað er mikið vörnúmerum Þetta grínast Þetta er game changer þjónusta Þetta er rosalegt Ég hugsaði líka bara hvaða IT-deildi kem ég með að vita þetta eða meðast það mjög merkilegt Vel gert Hermann Guðmundsson Eitthvað sko ellast þarna en það er komið að kaldastriðinu sem er jafnframt loka leiðurinn hérna í kvöld og þetta er búið að vera virkilega skemmtileg kvöldstund Sömuleiðis Ertu komin í stellingar? Bara brengið Kaldi í dósa eða krana? Krana Kaldi á krana eða nei fyrir ekki kaldi á flösku eða í dós? Flösku Sá klassíski light 0,0% eða IPA? Light Núna, maður er bara komið þanga er að vera færtur Já, skilnaðaraldurinn Níl 5 gómur eða gig-kerfið? Gig-kerfið, boom Day of Fun með Drogba eða Hazard? Cole Palmer Hazard er skemmtilegt Það er bara rosa mikið að kalda þar Hvað pantaði þér síðast á Volt? Síðast á Volt pantaði ég mér frá Smáríkinu helgina Chelsea er að tapa leik 5-0 í opnuleik tímabilsins heldur áfram að horfa eða slekkur á sjónvarpinu? Ég kann ekki að slekka á þessum leikum ég get það ekki sorry, þú veist maður bara pínir sig í gegnum þetta það er ótrúlegt sko, langar svo að geta gert það Við völdum heima hana náðan, nú er það spurt Volt eða Valur? Valur Voltur er mínu menn, Valur Hver er fólk að sofa á að panta sér með Volt? Hvað er eitthvað svona sem að Herri, núna verði ég að flagga minni drottningu blöss hvet fólk til að skoða það það er alltaf gaman það er alltaf gaman Besti knattspyrnumaður Íslands allra tíma? Eiður Smári Guðmundsson 3 leikmenn sem þú þoldir ekki sem hafa spilað með Chelsea? Sem hafa spilað með Chelsea? Herri, mér fannst hann alveg ótrúlegu vettlingur hann Khalid Bolarus það var bara einhver dúti sem var seldur sem einhver rosalegu töffari svo var hann algjör vettlingur ég gat ekki sko fengið mig til þess að fíla hann mér fannst það svo skrýtin kaup og fannst hann ekki geta mikið hann Alexis Mertin hann kom hann sem var svona rússi frá Róman og átti að vera eitthvað rosa spilari sko, og gæti ekki neitt mér fannst eins og hann væri að vera plantanum hann á okkur svo var ég sem ég bara var eiginlega enda með bara misti alla trú og var fann að reyta hármitt yfir en átti að vera svo svakalega góður, var svo lélugur það Mattea Kesman ég sá hann gæði live hann var aldrei góður hver í dokteiminu væri besti og versti sendill Volt? Besti og versti sendill í dokteiminu sko besti sko ég held að þetta sko ég held að bondarinn myndi lendi í brasi á beimanum sínum sko hann myndi einhvern veginn svona mögulega gefast fljótt upp á þessu hann sko en sko en svo besti ég sko svei mig þá Arnar Sveinn hann er bara high level náungi sem klárar sín verkefni
bara algjörlega 100% sko, en eiginlega sko, þegar ég hugsa út í það Gunni Birgis myndi ekki að mikla þolinmæði fyrir Nei, sammála því hann líka segist bara, hann er vísu vill bara vinna í verktakafinu saman mér, þannig að hann kannski er hann góður í þessu Keli, hann myndi svona bara hvað, ég veit ekki hvað þetta er hérna maður og er svona pirraður kannski Hjörvar líka, hann myndi svona, hann er svona þú veist, hann klára sín verkefni ágætlega sko Já, Hjörvar og Arnarsson, þeir myndi svona ekki svona klári sem mál Ég myndi elska að fá sendingu frá Hjamma sko. Hjammi, já, ég glimti náttúrulega sko, já, ég ætla að teka svo hann myndi líklega koma inn í kaffi sko. Eitthvað, sko. Já, hann myndi kjafta sko í kaf held ég sko, hérna viðkomandi sem var að senda til sko. Myndi fara að segja, ég myndi næst panta mig sko með þessu hérna og svona Nei, en Þú veist að gera rúki, minnst ekki Já En svo manneskja verði fyrir strætó á morgun, hver á að taka við? Hver á að taka við? Já Til að æsa alla púlara heimsins myndu ringi Klopp til í það hann er bara eiginlega ekki gera neitt heldur Nei, einmitt Hvað það væri gaman Sko, það er loka spurningin eitt ráð til ungs fólks annað en það að fá sér Volt Plus Eitt ráð til ungs fólks Er það ekki bara að fá sér Volt Plus? Það má alveg vera það líka Já, nei, sko, ráð til ungs hvað með þá ég hérna bara mjög kalt take þannig lagað með kaldan fyrir fram á mig en bara krakkar stay in school sko bara hérna, það er alltaf kalt ég bara menti mátur, þetta er grundvalla forsenda hagvæstar, við náum að menta okkur þá er ekki bara að tala í einhverju svona endilega grútilegum félagsvísindum, þetta er líka öllu hinu bara hérna iðnmenntun og allt þetta sæki þekkingu, þá fara hlutnar að gerast Já, heldur betur Jóhann Már Helgason, takk fyrir frábært kvöld og takk fyrir komuna Takk fyrir minnst okkur Takk